og velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi snem sumars. Það margt í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá fórum við í sund með Rán Flýring sem með myndlist á sundlaugabökkum í Reykjavík. Björn Þorláks ætlar að ræða við hana eins og þau kannski gera oft því að þau hittast oft í sundi. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðinn eins og við höfum verið að gera hérna svolítið undanfarið. Hann kemur til mín Sigurður Sigurðsson sem byggingaverkfræðingur. Hann kvartar yfir því að það séu engar svona áætlanir gerðar og ekki staðið við neinar áætlanir til lengri tíma. Það taki langan tíma að byggja upp heilbrigðan íbúðamarkað sem að þjónar borgurunum og til þess að ná því að þá þarf að vera alvöru áætlanir til langs tíma. Þetta langtímaverkefni, en þær eru bara ekki til á Íslandi. Ég ræði þetta við Sigurð og svona ýmislegt sem að tengist þessu máli. Það smá hiti í kringum fánastangirnar við Ráðhúsið. Þar voru áður dregnir á hún fánar Úkraínu og Palestínu til stuðnings þessara þjóða sem að glíma við ofurefli og ofbeldi. Nýr meirihluti hefur dregið þessa fána niður og vill bara flagga íslenska fánanum. Og Ingólfur Gíslason, lektor, sem að hefur verið mikill baráttumaður fyrir málstað Palestínumanna, hann ætlar að hitta Björn Þorláks hérna á eftir og ræða við hann þessa ákvörðun og hvað raunverulega í henni felst. Það kemur til mín hér á eftir hún Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakonna en hún líka öryrki, hefur öryrki út af geðröskunum og með flógaveiki og slasaði sig síðan, þannig að hún gengur núna með hækju. Ég ætla aðeins að ræða við hana svona stöðu öryrkja og hvernig samfélagið tekur á móti þeim. Þetta fólk sem þarf náttúrulega að glíma við sinn sjúkdóm en það líka ofta að glíma við mikla fátækt af því að örorkulífeyririnn er raklega lár en síðan mætir það líka fordómum samfélagsins. En áður en að því þá kemur Linda Dröfn Gunnarsdóttir í heimsókn til Björn Þorláks og þau ætla að ræða landsátak gegn kynbundnu ofbeldi sem að á að standa næstu 5 árin og ræða þörfina á átakinu og hvernig á að bregðast við þessum, við getum kallað þetta faraldur sem að kynbundið ofbeldið í samfélaginu. Þetta prógrammi hjá okkur í kvöld. Ég hvet ykkur til þess að hlusta og horfa. En áður en því kemur þá minni ég á eins og ég geri oft að samstöðinu tilraunaverkefni og ein tilraun sú hvort það sé hægt að byggja upp umræðu vettvang, svona lýðræðisvettvang, jafnvel fjölmiðil sem fyrst og fremst í eigu áhorfenda og áheyrenda. Og það hefur gengið svona ágætlega. Það eru fjöldi manns, 1700 manns sem hafa gerst áskrifundur hérna og tryggja okkur gera okkur fært að halda út í dagskrána eins og hún svona næstu því. Þetta bara hark og bratta brekka endalaust. En ég meina samstöðin komin á 7. ár held ég. Þannig að þetta hefur gengið ágætlega. En til þess að geta vaxið og dafnað þá væri gott að fá fleiri til þess að leggja hönd á plóg og ef að þú þarna úti og kannski fyrir löngu búin að átta þig á mikilvægi samstörun í íslensku samfélagi og kannski löngu búin að ákveða innra með þér að taka þátt í því að haldin úti þá hvet ég til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar nappur smástöndur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur aldrei áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og síðan ætlar Björn Þorláks að tala við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur kynbundið ofbeldi. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
Hún komin hingað til mín framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Ertu velkomin? Takk. Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu. Þakka ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta. Er það ekki? Jú. Sérlega falleg peysa. Já. Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna. Já. Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið. Já, og munstri. Já, og munstri. Já, þetta er nefnilega ekkert hvaða peysa sem er. Nei. Þetta er peysan Skjól, úr prjónauðskriftinni Skjól. Já. Og þetta er hluti af herferð okkar í Kvennaathvarfinu sem við vorum að fara af stað með. Já. Og ég get bara sagt í það að það er alltaf verða vittlust. Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust. Já, það er garn að seljast upp og fólk er bara mjög mótiverað. Þannig við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem hét þekktu mynstrið. Þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti mynstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið. Og svo einhvers staðar kom hugmyndin í hausinn á okkur, þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi er stórt og öflugt og fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsl í gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa, gera okkur sýnilegar, bæði þjónustu Kvennaathvarfsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allar að leiða til þess og þetta var ein leiðin. Já, og þá er það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna í munstrinu. Vísar þetta til þess að í ofbeldissambandi geta líka komið toppar og sko, það eða hvað er þetta að segja okkur? Það sem er náttúrulega skemmtilegast við þessa peysu er að fólk les alls konar bara, og það er svo gaman eins og þú ert að gera núna en númer 1 og 3 að þetta sé munstur og hún Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur, algjörlega frábær típa og mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið, að líka lesið út úr því að það komi rof á munstrið, að þetta heitir rjúfum munstrið og það kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið en það sem er mikilvægt er að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan er líka í rauninni mjög tákgræn. Líka eitthvað sérstakt sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form, falleg mynstur, fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri. Algjörlega. Það er líka góðu punktur. Það er líka þessi kraftur sem er fallegur og við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbröðin í samfélaginu við þessari herferð og það er fallegt og það er fegurðin sem við þurfum að nota til þess að berjast gegn þessum ljótleika sem ofbeldið er og til þess að rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við. Algjörlega. Þannig að það er svona okkar nálgun í þessu. Og kannski nemiði ný lönd, kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona. Algjörlega. Bara svo ég reyna að túlka viðbröðin við þessu Þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í athvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn er til þess að tala til þolenda. Þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vitað af Kvennaathvarfinu en svo bara einn daginn er það að fletti í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég.
og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna. En það sem er líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir Skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta, svo skemmtilegt. En þá eru þær að deila með hver annari litunum, það eru ótrúlustu litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sýttina og alls konar hægt að leika sér með þessa peysu og það er það sem er líka svo gaman að sjá að í mynstri í prjóni getur þú verið svo frjáls. Þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í mynstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð inni og valdalaus. Þannig að þetta er valdeblandi herferð. Já. Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins? Já, það er sko vistgard sem nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég er að reyna og ég byrja að prjóna. Það heitir Drop Air og það er alveg til en það er fara að ganga og byrðir og er alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jysk sem fór að stað og er að láta 15% af öllu gardni sem keyptir í peysuna að renna til okkar til dæmis. Það er annað gard heldur en sem í uppskriftinni. Þannig að er alveg hægt að nota aðrar típur. En nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskjan til að segja hvaða tegundir það eru, en það kemur allt fram í á heimasíðun okkar. Já, ég hef reynt að gefa konunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfunni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar. Já. Er þetta af angóra, ullar, kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða? Þetta er svo mjúkt. Já. Þetta ég held að þetta sé að stærstu hluta alpaka ull, en þetta bara, þú finnur ekki neitt. Þetta er algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að vinna í að gera uppskriftina fyrir börn. Þannig að börnin geti líka gengið í þessu. En þetta stingur nákvæmlega ekki neitt. Einmitt. Frábært. Já, þetta er spennandi. Og þessi peysa sem þú ert í, mér finnst hún alveg einstaklega falleg. Já. Hún talar svo fallega til mín, en líka með einhverjum svona dularfullum, seiðrænum, kingimögnuðum krafti. Þannig að þetta er mjög vel heppnað átak. Já, takk fyrir það. Það við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það er núna verið að hafa samband við okkur alls konar viðburðir, göngur og fyrir vestan verið að skipuleggja gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að fólk hvatt þess að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið er tilbúið að standa saman og senda þessi skilaboð að við ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð um það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman. Það tekst ekki á okkur einum vettvangi og þetta er bara ekki í lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það er ekkert að minnka og við ætlum að breyta þessu. Þetta er einn helsti ljóður íslensks samfélags. Það hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið ofbeldi er mikið hér á landi. Þetta er algjör viðbjóður. Var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi? Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og það er náttúrulega bara í fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem er í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar fyrirætlanir hvað á að gera það er náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það er verið að fara svolítið eftir þessum tilmælum sem komu frá Istanbúl-samningnum sem að við skuldbindum okkur við sem er samningur, Evrópusamningur gegn kynbundnu ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og þar á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það er ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það er lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla
að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við. Þannig að það er svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verðum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Þau hefðu vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbúl-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem eru að þjónusta þolendur ofbeldis. Það er enn brotalöm þar í íslensku samfélagi en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með, sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það er svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það er þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt er að nýta. Já, ræðum það aðeins. Já. Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú segjum að ég væri ofbeldismaður, ég væri að ásækja fyrrum kona mína eða eitthvað svoleiðis og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotinn maður inn í mér að það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella hana með þessum hætti eða með þessu nýju lögum. Já, sko vonandi. Lögin voru í raun ágætt. Við vorum með áður nálgunabann sem átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur. Það var notað allt og lítið líka fram að þessu. Allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beiðnir nálgunabann og því framfylgt. Þannig að Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið? Já, ég svona, sko það sem að ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum, þar sem maður er ótti eða áhyggjur af því að gerandi munu ekki fylgja nálgunabanni, þá er hægt að nýta þetta. Eins er þetta góð leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunarbanninu af því að þú getur fylgst með því. Sko ég held að alveg sama hvaða breytingar við gerum, þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla, þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru. Þannig að þetta er eitt skref. Þetta er fyrsta skrefi og þetta er gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu. En við verðum að sjá hvort að þetta muni fari í gegn. Það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi, alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað er nálgunabann. En nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi er í raun og hversu erfitt er að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar. Þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem þarf líka að taka mjög alvarlega á. En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband? Nei, ekki vegna nálgunabands. Þetta er ekki komið af stað. Þetta er ekki komið af stað? Nei. Þegar ég heyrði það síðast er nefnt að vinna í því að þessum tæknilegu atriðum hvernig á að útfæra þetta en nú erum við komin með nýjan ríkislögreglustjóra og það sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og ég bind mikla vonir við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og samtal þessi mál. Það eru karllæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum. Finnum aður yðurlega. Þú tekur undir það, er það ekki? Já, þau eru allt og mikið alls konar. Það er allt og mikið kannski happ og glapp á hverjum þú lendir og annað slíkt. Þannig að
það þarf að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð. Já. Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi kvennaathvarfsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að hérna þið sem starfið hjá kvennaathvarfinu þið eruð ekki bara að hugsa vinnustæðin ykkar, þið eruð að hugsa allt samfélagið að hérna ef við til dæmis tökum núna árið 2026 berum það saman 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða hvernig myndir við meta stöðuna? Já, þetta er stór spurning. Já, hún er svolítið stór. Hérna, okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það er svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánum samböndum og svona minni þetta er ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins. Við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir, vinir, samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem er í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað. Og þetta er eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr. Eins erum við að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf. Sennilega sko er ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki? Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu, kunna að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur komið aukin umræða á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl, fá ráðgjöf, hringja og spegla. Að því sögðu þá er skömmin ennþá til, þetta er ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég er í þessari stöðu og ég þarf að leita til kvennaathvarfsins og við erum ennþá að reyna að vinna í því. Það hlýtur að vera eitthvað að mér. Fyrst ég lendi í þessu, kannski á ég þetta skilið. Já, það er líka bara hluti af ofbeldinu er að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna. Þannig að og það er náttúrulega þessi einangrun og kúgun sem eru alltaf fyrstu einkennin. Þannig að en þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá á sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum þar sem er náttúrulega internet, það er mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað er eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað er samskipti kynjana og konur og gerenda meðvirkni og annað sem er einhvern veginn virðist vera að blossa upp aftur. Þannig að við förum í hringi. Nýjar ógnir með internetinu sem voru ekki áður. Já. Það er svona kannski stærsta ef þú talar hver breytingin hefur orðið að þá er það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarfið með börn sín í dag og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin og hún gerir það í gegnum síma og netið og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örugg. Þannig að það er svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi, já. Þannig að þetta eru svona, það eru ýmsir hlutir sem eru góðir og það er virkilega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta það eru allir sammála þetta. Við viljum útrýma þessu. Á meðan áður var kannski vorum við ekkert endilega þar. Það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundið ofbeldi á Íslandi. En ég held að það sé búið að það sé verið að rífast það. En sorglega er að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna. Og það svolítið segir okkur að þetta er ekki út af vanþekkingu endilega,
heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í ykkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu viðkomandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur úr öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra, þetta samfélagslegt, þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, við þurfum að skoða þetta allt saman. Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum. Já. En ég þykist vita að það sé ein aðgerð sem þú ert ekkert allt úr hrifin af. Það eru þannig brottfarar búðirnar. Það ekki rétt ályktað hjá mér að giska. Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í Kvennaathvarfið, tók á móti kvótaflóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá Fjölmenningarsetri. Þannig ég þekki ágætlega málaflokkin. Til okkar leita líka einnig konur náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmu stöðu. Oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikilvægt hvernig við tölum. Það hefur svo mikil áhrif. Við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku gagnvart fólki og gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru af erlendum uppruna. Og það það sama með þessa ég veit ekki, viltu kalla þetta brottfara miðstöð. Þetta náttúrulega ekkert annað en fangelsi. Þú lest lýsingarnar á þessu, þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldufólk, fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að allar slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og þetta mikil undantekningatilvik, það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi. Svo erum við komin, eins og ég segi með orðræðina, ég hef á tilfinningunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég verð svona óróleg yfir bara, þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin, hvernig erum við að koma fram við fólk, hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem þau geta nú ekki í dagbörn sem eru að fara í sem á að fylgja landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmri stöðu. Og börnin verða lokuð, það geta komið upp þar aðstæður að börnin séu lokuð einsömmul, það ekki? Það ég verið það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fylgd, ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna, ég sá að Framsóknarflokkurinn allavega að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar, það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað sem börn þurfa. Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera að ganga vel þar. Þannig að ég skil ekki alveg akkur við erum komin á þennan stað. Hvernig þetta ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja úr landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan og skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þar á meðal Barnaheill og Rauði krossin þegar þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið hægt fyrir stjórnvöld að hlusta. Já. Til marks þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag eftir ásleyfi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur
á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið læti inn á alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag. Að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir Íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði huga að okkur og hinum. Og og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin. Mér minnir að við höfum imprað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín, en það eru örugglega ár síðan eða eitthvað svoleiðis. Mætir þér stundum sko það viðhorf að kvennaathvarfið eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fæddar eru á Íslandi, íslenskar konur? Sko, já, við höfum alveg svona, og ég tek alveg undir það, ég finn að það að færast aukin harka og það meira leyfilegt í dag. Það sem að kvennaathvarfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur, allar konur og börn og það fer enginn í manngrein álit eða athugun á, við trúum alltaf þolendum og af því að við stöndum fyrir utan kerfið sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna að þær koma inn til okkur og þær ekki að koma inn á stofnun. Við erum alltaf með þeim í liði, við finnum alltaf leiðir með þeim og þær eru á sinni vegferð og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það. En þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkert hægt við okkur að vera potanýtt í okkur, við tökum bara á móti öllum sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu eru þetta langstærstum hluta íslenska konur og íslenski gerendur en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því ég vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vernd. Það meiri segja orðnotkunin, þetta allt í orðið fólk sem að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem á flótta undan einhverju og þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið, annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem að koma að setja náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flóttafólk, þetta ekki stór hópur og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka á móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert áður, þá gengur það mjög vel og við erum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig á að gera þetta betur. Það meira bara hvernig á að losa okkur við þetta fólk sem algjörlega galin umræð. Sko, hvaðan koma tekjur kvennaathvarfsins? Já, tekjur kvennaathvarfsins skiptast svolítið upp. Þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitarfélögum. Það mjög misjafnt. Öðrum sveitarfélögum en Reykjavík? Já, það kemur frá öðrum sveitarfélögum en Reykjavík en það bara misjafnt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitarfélögin væri að standa betur á bak við kvennaathvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitarfélögunum með því að grípa þessar konur og þessi börn og oft á tíðum halda þau svo áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta mikið þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitarfélaga. Þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en ráðuneytið að styrkja okkur. Við erum á föstum styrkjum þar. Þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin. Þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði, oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skilað sér í því að mun færri konur eru að fara tilbaka núna
í óbreytt ástand af því þær geta dvalið hjá okkur í góðan tíma, náð áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu, vinum kvennaatkvæðisins, langstærstu hluti, fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera þetta í pínu í svona og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu. Já, til dæmis það svona hluti líka fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysunni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaathvarf. Já, ekki bara stutt í það? Við erum að fara að flytja í ágúst í tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaathvarf fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Já, því að við svolítið þurft að finna bara út úr hlutunum áður. Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í líkamannum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir. Þannig að það eru ótrúlegu munir að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi. Og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu. Þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili. Kannski bara, heimili sem ekki skuld. Við söfnum fyrir því sem við gerum. Og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu heldur en áður? Já, við getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira í ólíkum álmum, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í friði og ró. Við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest. Það eru ráðgjafa viðtölin. Við veittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr þannig að það eru rosa munur. Þannig að þetta verður svakalegu munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka þetta eins og heimili. Þetta eru ekki litlar íbúðir. Þar koma áfram fram og borða saman, við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaathvarfi það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra. Það alveg magnað. Reykjavíkurborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Hefur skoðun á því? Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér. Ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu. Það svo? Já. Það til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópinn, sem sá hópur sem heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum. Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afætur einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga að gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í orð sem fellur í aðdraganda kostningar. Já, nei, auðvitað ekki og þetta er ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræðir mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara að öll svið hafa nóg á sínu borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hræddur að þetta muni mæta afgangi. Þarna vel haldið utanum þessi viðkvæmu verkefni. Þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þar sem býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun, verið að koma vel fram við fólkið, ofbeldi inn á þessum heimilum, þarf að rýna það. Þarna eru aðilar sem að rýna erfiðumálin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu. Þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannarlega að hún haldi áfram, já. Mér finnst sitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegarana sé að renna upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja
einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leyti rökstudd en samt það já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hérna stóru og sterku á komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning. Já, og þetta svona svo heyrir maður samt, þetta svona umræðan ofta á svo miklu milligötum, þú veist að það er ekki þannig sem að þetta lagt fram, það einhvern veginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að þurfa á stuðningi að halda. Þannig að maður ég held að það verða alltaf bakslög, þú veist, það gengið langt fram og það verið að og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum við að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverjum snörpum bakslögum en í undiröldinni er krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlyndi og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax þennan kraft að fólk vil gera vel og fólk vil standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun taka yfir aftur. Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður enga ástæðu til að skilja. Já, það er ekki komið í gegn, það er nú í samráðsgátt. Það er umræða. Já. Þetta er í samráðsgáttinni. Þetta er í samráðsgáttinni, ég enda vissi ekki af því, en ég þarf að fara að finna það, en ég sá þetta í fréttum bara í gær, þannig ég er ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel til þess að tillögu að breytingu á hjúskaparlögum. Já. Þannig að mun þetta að einhverju leyti verða þínum umbjóðendum skjólstæðingum til bóta? Ég er að vona það. Þetta er, eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna er eins og ég sagði áðan, það er velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskaparlögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem áttu svona flýta skilnaðarferlinu en svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi af því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til þess að veita skilnað nema sér sátt skilnaðinn. Þannig að ef það er ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur er þetta náttúrulega alltaf alveg hrikalegt ferli og langt og erfitt og það er hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli er að gangi í gegn. Þannig að þú getur rétt ímyndað það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis, gerandi er náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það. Þannig að þau mál fara þá fyrir dóm. Þannig að konur hafa í raun verið hvattar til þess að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin er núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar að leiðandi ekki neinn þörf á því að sé ykkur skilnaður vegna einhverja orsaka. Þú vilt bara einfallega skilja og það er mín von að þetta þýði að skilnaðir muni ganga mun fljótar í gegn, mun hraðar í gegn. Konur eru oft í þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir eru að fara svona fyrir dómstóla. Þetta snýst náttúrulega líka að hafa efni á alls konar lögfræðingum og annað slíkt. Þannig að það er líka mín einlæga von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem er að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi er. Þannig að það er ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu, heldur að geta veitt skilnað.
á þess að þurfa að gera það. Þannig ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað. En það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá mannesku sem við viljum skilja við. Það á ekki þurfa að vera svona flókið, sko. Nei, einmitt. Heyrðu, það var eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Kærar þakkir fyrir samtalið. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Og við göngum áfram göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðaborðið. Hún hingað komin Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Þú hefur skrifað stundum svona stöðu öryrkja í samfélaginu? Já, ég gert það nokkuð mikið. Já. Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefðbundinni blaðamennsku. Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur öryrkjum. Já. Þú ert að fjalla fordóma og skilningsleysi. Sem að maður verður stundu varfið þegar maður er að tala við öryrkja. Það er náttúrulega margir búa við mjög lög efnahagsleg kjör. Já. Margir búa við mjög laga heilsu. Það felst í þessu sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu. Já, en svo kemur alltaf hitt til viðbótar að vera ekki njóta eðlilegra virðingar. Nei, ég myndi segja það. Það verður bara mikil lítilsvirðing í þeirra garð. Já. Bæði sum fötlun sýnileg, önnur ósýnileg. Þannig að það þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð heldur en þessu ósýnilega. En til dæmis þá eru 4 af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða. Þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í samfélaginu. Við sjáum til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi, þá mótmælir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki í mínu hverfi. Og frekar ef það er fólk með geðraskanir heldur en fólk sem er líkamlega föll. Miklu frekar. Ég finna bara sjálf að ég datt fyrir 2 ára síðan og hef síðan þá þurft að ganga með hækju og göngugrind og sem var mikil viðbyrði fyrir mig bara sem mannesku og sem konu líka. En ég finn miklu meiri samúð og miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tímann fundið áður fyrir með flogveikina eða geðhvörfin. Hvernig lýsir það sér? Það lýsir sér til dæmis því að fólk, eins og ég var til erlendis og farið í metróin, stendur fólk upp fyrir mig. Fólk, ef ég missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana. Ef jafnvel hefur verið í verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt, fallegt. En þú þurftir ekki á þess að halda áður? Nei, ég gerði það ekki. Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki. En þú ert meðal annars Flógavík. Já. Það svona á mörkunum að vera... Já, en það samt miklu fordómar gagnvart Flógavíku. Það var alveg sérstaklega í Galanda. Það ennþá? Sko, fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrstu viðbröðin kannski líka skiljanlega að ringja sjúkrabíl. En eins og í mínu tilfelli þá flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram. En ég hef til dæmis 2 sinnum verið gerð hotdrega veitingastöðum út af því ég fekk flog inn á þeim, ég fekk ekki koma aftur eða ég fekk flog inn á þeim 1 sinni 2 á einu stað. Það fær bara í það sem að kalla ekki annað að fara í straff, þú mátti ekki koma inn á veitingastöðum. Já. Og þetta sko á 21. öldinni.
Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum var litið á flógaveika sem næstuði andsetna. Já. Það var djöfullin sem tók sér bólfestuðum, þannig að því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun. Já, það gerði það. Ég segi ekki að sé svo mikið í dag, en já, ég finn fyrir því og mikill hræðslu svona gagvart sjúkdómnum eða fötluninni. En svo hefur verið með geðraskanir líka. Jú. Og gæti mér þá sagt að eftir að þú slasaðist og gengur við göngugrind, að þá verður fyrir, ferð að vera með í samfélaginu út af því, svo kæmi flógaveikin, en geðraskanir það síst. Já. Þetta svona stigveldið í þessu. Já, það svolítið stigveldið í þessu, nákvæmlega. En til hvers, akkur heldur að fólk sé með þess að, akkur fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara, því að ég held að hluta þessu því það að fólk tekur ekki mark á veikinni. Nei, ég held að viðurkennir ekki. Nei, það er líka það, en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrænar áskoranir að, ég vil ekki nátt orðið stríða, með geðrænar áskoranir, en það er bara samt, eins og í heildina, fólk á jafnvel ennþá eftir enn erfitt með að viðurkenna og segja, já, ég er með geðhverfu, ég er með geðklofa. Það er rosalega fordómar gagnvart geðklofum, miklu meiri heldur en geðhverfum. Það er búið að ýta undir svona óttafólks gagnvarti. Já, einmitt. Með alls konar hryllingsmyndum. Já, nákvæmlega, sko. En geðhverfin, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar, sko. Ég held nú samt að ef einhver sem væri í manju kæmi inn í strætó, ég held að langstæsti hluti farþegana myndi fara alveg í kleinu. Já. Já, ég gæti trúa því. Já, þannig ég held að fólk svona... Já. Það rekkur við. Það er alveg... Men skynlega kannski að þetta er óvanalegt, en samt ætti þetta ekki að vera svo óvanalegt. Nei, sko, ég er mjög vel, hvað ég segja, mín meðferð er orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði ekki mitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum, en þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis inn á geðdeild, að þá var ég kannski 18-20 ára og í dag er ég 55, þannig að það var engin umræð þetta þá. Það hefur nú sem betur verið aðeins skánað, ekki alveg gott en skánað. Þannig að það meinar að það að lenda inn á geðdeild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt. Já. Og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst. Já. Ég býst við að þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neins sloppið eða laust og þá getur orðið gríðalegt áfall að koma inn aftur vegna þess að þetta er svo mikill dómur fyrir samfélagið. Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel söguna og þeim læknum sem að mig hafa annast og treysti þeim mjög vel. En þú ert að skrifa hvernig samfélagi tekur við öryrkjum og hvernig horfir á þá. Er það í vonum að geta breytt samfélaginu? Já, tvímælalaust. Því öryrkjarnir munu ekki breytast mikið. Nei. Nei, við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flógaveika og við munum hafa halta og lama og blinda hjá okkur. Og MS-sjúkdóma og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndi það er til svo mikil mikið af allskins sjúkdómum og fötlunum. Þannig að en það sem að... Þú hefur trúið að það sé hægt að breyta viðhorfi hinna? Já, dropinn hóla steinin held ég. En sko við erum líka aðtöfa það er ekki eins og ég standi einn í þessu heldur grasrótin í
fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun, bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum, þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum að vinna mjög gott starf og eins í flestum svona félögum eins og Lauf, félagi Flogaveikra og hvað heitir nú aftur Geðhjálp og svo mætti lengi telja. Já, þetta er kröftug hagsmunabaráttu. Já. Og frelsis og réttlætisbaráttu. Já, og mestmægt borin upp af sjálfboðaliðum. Það er líka mikilvægt að það komi fram. Já, eins og réttindabaráttu samkynhneigðra kvennabaráttan. Já, einmitt. Sem hefur verið. En stundum heyrir maður í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart öryrkjum eða fötluðum að þá er oft hampað fólki sem að glími við einhverja erfiðleika en lætur það ekki stoppa sig. Það er svona hetjurnar sem er vísað á. Hvað finnst þér það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég er fatlaður og ég er engin hetja og er ég þá mislukkaður eitthvað? Já, þetta er svo sem góður punktur en ég held að það er mjög skipta skoðanir í fötlunarfræðinni hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fatlaða mann eða konu. Almennt held ég að þar, nú voni ég ekki að fara með rangt mál, að þar sé svona ekki tala æskild að lyfta einstaklega hetjum upp. En það hefur samt sem áður kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað er þetta að gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en það er líka að taka tillit til hins þöggla öryrkja sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún er ekki áberandi og við þurfum að fá sem flestar sögurnar fram nákvæmlega. Það væri betra að fá þessa sögu heldur þessa, það er kannski ekki alveg þannig sem að við ættum að hlusta. Nei. Herðu, en umræða öryrkja, hún kemur stundum að öryrkjar hafi það bara gott. Núna er svolítið rætt það að hæstu örorkubætur geta orðið hærri en lægstu laun. Ég veit ekki hvað er hæft í þessu menn nota náttúrulega alls konar aðferðir. Þá tala við hluta örorku sem er svona kemur til það nýlega inn í 1. september 25 þegar ný löggjöf öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekjutengingar að minnka sem ekki að skerðingum í örorkubótakerfinu, örorkulífeyriskerfinu við kallum þetta ekki bætur, við kallum þetta lífeyri. Að þess vegna áttu öryrkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðinn sem þá myndu í staði myndu tengingar minnka þannig að kannski í einhvern tilvikum en það er svo sára sjaldan sem það gerist það þarf En þú kannast við að þetta er notað í umræðinni já. Og þetta þykir eiginlega vera alveg síðasta sem við ættum að lenda í að öryrki hefði meiri tekjur en sá sem er á vinnumarkaði Já. Hvað finnst þér það? Finnst þér það að vera alveg fráleitt eða? Nei, í rauninni ekki Heldur allir sem er að vinna myndi bara skella sér í öryrkjuna? Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnuna hann er náttúrulega ómetanlegur og ég hugsa oft sjálf ég ágætlega mentu allt það en út á Flogavíkinni það eru alveg fái sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski into 3 hverjum degi og þannig að en ég sakna þess mjög að vera ekki að vinnumarkaði, finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða í kaffivélina, rappa
eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona þannig að ég held að hversdagslega samskipti við hálfókunnut fólk já, nákvæmlega sem að bara skipti máli já, sem að þú veist maður það er kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest miklu frekar en launana en ég sakna líka launana ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkuð sinni sem öryrki. En öryrkjum hætti til að einangrast. Já. Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því að fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast er síður hreyfanlegt en það getur líka verið að það verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trufla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér en líka út af viðbrögðum samfélagsins. En síðan einangrast fólk líka vegna þess að örorkubæturnar svo lágar. Þú hefur ekki efni að því að nú fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og var þegar ég var barn. Nei. Heldur fólk hittist eiginlega bara allstað þess að kostar eitthvað. Já, fara kaffihús. Það búið markaðsvæða félagslega samskipti. Já, algjörlega. Bara fara kaffihús kostar 1.000 krónur kaffibóllin. Þegar þú ert með 350-400.000 í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1.000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað. Svo hefur ekki líka kostnað af veikindur sínum. Já. Svo hann hafi borgið minna fyrir líf og annað slíkt. Borgar það samt. Það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum og fyrstu 10.000 skollum. Já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þau eru ekki að borga í líf og lækniskostnað. Það er kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leiðis og þá erum við aftur komin að þessu. Það er ekki til peningur í því og þá grípa öryrkjar oft til þess ráðs að bara fara ekki í apótekið. Geti ekki lest út úr sér líf. Út af fjárhagsörðuleikum. Og út af tildulega lágri uppæð sem í sjálfu sem myndi ekki skipta ríkissjóðun einu máli. Sko. Nei, nákvæmlega ekki. Af hverju ekki hægt að gefa þetta allt ekki gjaldfrjálst. Ég með flogaveiki og uppgötaði það þegar ég var orðin ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú með. Svo fór ég til læknis og var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flogaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana. Bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flog, ég held að veri bara allt annað. Já. Og ég hjá okkur taugalækni og hann skrifa recept og ég hef ekkert kynnt mér þannig að ég fer bara að leysa út mér lyf. Já. Og ég man þetta að vera upp í Mjódd, læknir var þar. Og ég rétti lyfseðilinn og hún kemur með eitthvað svona pakka með lyfið mín. Og ég segi, hvað kostar þetta? Þá segir hún, þú þarft ekki að borga. Og því að við höfum það kerfið hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða asma, þá borgar ekki lyf. Já. Næstri fór að sækja lyfin að þá þurfti ég að borga, þá var þetta aflagt. Já, en það er svo stutt síðan að þessi hugmynd var, að því við vorum að tala um 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki, að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apótekinu, að við varum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarft á lyfinu að halda til æviloka, þá þarftu þetta ekki að borga. Þú bara tapar í óhappatrætti lífsins og ekki ætla við að rukka. Já, í óhappatrætti lífsins, þetta er gott orð. Já. Þetta svo stutt síðan. Já. Og svo væri náttúrulega líka hægt að tekjutengja, annað eins tekjutengt í þessu kerfi, þannig að fólk sem skatturinn er eitthvað sem tekjutengtur. Þannig það er ekki að tekjutengja gjöldum. Nei, þannig að að ef þú ert með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á lágmarkstekjur. Þá myndir ekki borga. Já, það myndir ekki borga, nákvæmlega. Það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Það er tekin þessi 80 skall á öllum. Já. Já, mér það skrítið, sko. Og svo er það náttúrulega þannig að í flestir sem eru að glíma við einhver veikindi. Já. Að 80 skallinn hann næri yfir læknisþjónustu og
sem sagt Lyf. lyfin og svo heilsugæsluna. Já. En það margt sem að fólk þarf að taka, til dæmis Sjúkraþjálfun. Já, sjúkur sem ekki inn í þessu. Nei. Ég núna í því, ég alltaf að borga, mér finnst það svolítið skrítið, ég borga mikið til Landspítalans eiginlega, borga fyrir blóðsýnin og ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að Landspítalinn ná að með svona 35-40 skallaga mánuði. Vá. Því ég bara nýkomin eiginlega, ég ekki alveg ég ekki alveg laus. Nei. En ekki innilíkjandi, það var þetta rukkamann, sko. En það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með krabbaminn en þá ofta þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfiðinn sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu. Þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira, þau eru ekkert inn í þessu. Svona almenn lyf ekki inn í þessu. Þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdóminn, hann miklu meira heldur en þessi 80 skall. Já, hann getur verið það. Alveg tímanlaust. Þegar svona stoðþjónusta bætist við. Þú sagðir áðan að þetta væri að breytast meðal annars út af svona réttindabaráttu ýmsa sjúklingahópa. En svo sagðir líka að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona. Það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leyti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið dómharðara gagnvart einhverju sem nálægt sér. Já. Ég veit það ekki, mér finnst það. Ég er ekki að segja það sé almennt, en það getur. Það getur verið, það fólk segir hvað hún öryrki, en hún getur gengið á fjall. Hvað að henni? Sem eitthvað sem þekkir. Já. Ég held þetta ekki líka við til dæmis fíksjúkdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíknisjúkur sem að þau hitta og eitthvað staðar að sjá til langt frá sér. Þannig að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær sem Nei, það kannski alveg rétt hjá þér sko. Svona miða við þetta einhvers konar föllun eða sjúkdómar eru sennilega í öllum fjölskyldum. Þá náttúrulega svolítið skrítið að staða öryrkja skuli ekki vera betri. Maður hefði ætlað það, en hún það ekki. Okkur er þetta verið? Ég veit ekki að ég svari við því. Þá kannski myndi láta alla vita. Við erum náttúrulega svolítið dómhörð, við erum dómhörð gagnvart fólki sem glímir við fátækt. Já, og það náttúrulega annað sem kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem lágtekið fólk. Að það þessi fordómar gagnvart fátækt. Þú veist, nú margir öryrkjar fátækir, það líka margt lánar fólk fátækt, ráðstöfunartekjurnar ekki miklar. Þannig að það mikli fordómar gagnvart fátækt í samfélaginu og leið það kannski einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geta ekki tekið þátt að það finnst einhverjum hér á landi segir það geta allir, þú veist, hér er lífið gott og það geta allir, þú veist, leyft sér allt það geta bjargað sér geta bjargað sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eða eitthvað, þú veist, bara þetta er ekki ásættanlegt hjá þér svona, vinnur. Þannig að, já, ég held að segja eitthvað þannig, að ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum í baráttunni frá því og ég geti kannski unnið út frá því, en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta, þá einhvern veginn er þetta neðamáls í ettum fjölmiðlum. Já. Herðu, þú skrifar og er svona berjast. Hvaða gildi hefur það? Hvað gefur það þér? Sko það yppa svolítið kokk. Yppa svolítið kokk. Já, sko það gefur mér heilmikið.
Bæði að fyrir mig sjálfa, ekki síst, en líka þá ímynda ég mér, og nú það kannski bara ímyndun, en að því að ég blaðamaður, eða blaðakona, og geti, þar sem ég get skrifað, að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd. Það kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem ansi margir gegnum tíðina. Og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakkaði fyrir? Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbröð á Facebook og leikinni og Þannig að þetta er ekki alveg klári ímyndun? Nei, það eru margir sem taka vel í þetta. Fyrir það náttúrulega þakklátt. Og það svona En einhvern sem segir að þú gerir of mikið þessu? Þetta er ekki að minna? Nei, það hefur nú enginn sagt það, sko. Ég skrifa nú að gera með 1 grein í mánuði, svona cirka. Ég er ekki alltaf, en þegar fólk að fara að þekkja mig, það sér mig í rauðu peysunni hérna á vísi.is, já, ég er hún enn einu svona að skrifa með öryrkja. Já, það er einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðefni. Nei. Ég held að miðað við hversu veik og vond staða öryrkja að þá er eiginlega furðulega lítið þetta fjallað. Já. Það er eiginlega sára sjaldað sem hún sérði einhverja svona úttekt eða umfjöllun til þessi Ríkisútvarpinu sem ætti að hafa skyldur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur. En að þú vorst að tala hetjurnar áðan, þá er það líka þessar sorgarsögur þar sem að fólk er sett í hlutur fórnarlambsins. Og það er ekki góða sögur. Þannig að hversu hryllileg örlög það eru fyrir þig að vera flógaveik með geðraskanir. Já, einmitt. Það hljómar ekki vel. Getur það ekki. Nei. En það er allt í lagi líf samt. Það gleymist oft að það er þetta, ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynferðislegt ofbeldi. Já, einmitt. Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það, kannski ættum við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði. Já. Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli, þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði. Já, nákvæmlega. Þannig að það er dramatíkin getur stundum. Já, einmitt. Og það er kannski þessar andstæður, fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverfst í fjölmiðlum. Við erum flestan á milli. Já, en svo er einmitt. Svo er við kannski bara flestan á milli. Og það gleymur svolítið. Bara hversdags öryrkjarnir. Þess vegna skiptir máli að þú skrifir og við ræðum þetta. Við höfum trú á því við rauðaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu. Sammála því. Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma hingað, rauðaborðinu. Þakka fyrir að bjóða mér. Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki. Sömuleiðis, takk fyrir mig. Herðu, en við ætlum að halda þér áfram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál, hér eftir örskamma stund. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meirihluti tók við störfum, en við vitum þó að það verður flaggað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meirihluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann er komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á rauðaborðinu, Ingólfur. Já, þakka þér fyrir. Þetta er eitt af því sem að fólk er að ræða svona á götum úti. Það er hvort sú ákvörðun að
Nú stendur Reykjavíkurborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega Palestínu eins og áður var gert. Þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að vinna gegn útlendingahatri og svona fyrir, þú er talsmaður jafnaðar. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af? Já, ég verð að viðurkenna að við getum sagt að einn fáni er kannski ekki risastórt atriði. Nei. En ég held að ferða að skoða það í samhengi við annað. Já. En ég verð samt að byrja á að viðurkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestínska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgarsamfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórnar meirihluta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað er einn fáni þar sem að við myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskiptaþvinganir slíta viðskiptum við landránsnýlenduna og svo framvegis. Þannig að þessi fáni hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona fyrir framfærandi meirihluta geta sagt jú við stöndum með Palestínu en það er bara þetta þetta er nú ekki mjög mikið. En klárlega er samt svo aðgerð að taka þetta niður. Það eru mjög skýr skilaboð þú veist, það er ekki bara eitthvað svona þú veist, þetta er alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að pæla í einhverjum flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla Þannig að það er þá hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samhengi þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana, allt fána vesen, nú er það bara íslenski fáninn, þetta eru almenna reglur, þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínufáninn. Ég meina það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist. Þannig að maður getur sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli, akkur eru þau þá að taka þetta niður? Og meðan það var bara Úkraínufáninn, þá var ekkert vandamál að gera þetta. Var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar? Jú, það held ég alveg örugglega. Þannig að þú veist, þá var þetta ekkert oflókið eða eitthvað svoleiðis, En ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal, þar sem að verið er að vinna gegn flóttafólki, útlendingum, þar sé það verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem er þá fólk frá öðrum heimslutum, múslimar sérstaklega núna og flóttafólk. Þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina. Það eru við á Íslandi, við erum með íslenska fánan og þið eruð ekki hluti af okkar hópi. Þið eruð ekki við. Það eru við sem viljum íslenska fánan. Þið eruð Palestínumenn, þið eru flóttamenn, þið eru múslimar og svo fer þetta út fyrir, þú veist, þið eru þið óæskilega fólk. Og það var náttúrulega líka við síðan, það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið. Það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hina hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks. Það er svona ákveðnar hliðstæður í þessu með andúðina á útlendingum og andúðina á Palestínu og sem er jafnvel
farin að, ég veit ekki, að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andur líka á Úkraínufólki, sko. Já, það þreyta gagvart. Svona einhver þreyta gagvart því. Já. Og líka hinsegin fólki, þetta alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna. Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og Úkraínu sem tákgræn skilaboð. Þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið. En nú sé sem sagt nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð? Til dæmis hvað varðar Ísrael? Hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael? Ég veit ekki hvort að þetta nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit það ekki. Kannski þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd, að við teljum að þeir fái að tilheyra okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd, sko. En þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf, þar sé að við erum þá að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síonísku landtöku nýlendunni. Þannig að þeir þurfi ekki lengur að horfa á þennan fána og upplifa það að sé stuðningur við Palestínu. Þannig að það breyti því. En alltaf fyrri meiri hlutar, eða við getum farið í upprifjun á sögunni þegar 2015 að þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleiddir á hernumdu svæðum, svokölluðum 1967 þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn. Og síðan var sá meirihluti sem var þá undir forystu Dags B. Eggertssonar rekinn aftur með það, þar sé að þeir eruðu fyrir svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyt á Íslandi og svona, og að þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar, sko, samkvæmt alþjóða dómstólum. Og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir, sko, í samtöðu þetta. Þannig að fyrir meirihlutar og með samfylkinguna í fórustu og svona, þeir hafa ekkert endilega ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu, sko. Já. Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að ekki vera svo langt síðan, en það er samt minnst að kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015, ég er ekki alveg viss hvort það hafi verið aðeins fyrr. Já, þetta minnir mig á, sko, að mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu. Við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus. Og ég sá frétt áðan á netinu þar sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekki að hugsa utanríkismál. Það er svo mikið vesen, sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum. En já, svo þegar ég tala svona að missi aðeins þráðinn, þannig að ég var að tala Dag B og appelsínunar sem við ætluðum að hætta að kaupa. Já, við ætluðum að hætta að kaupa, eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætti að kaupa, ég er nú ekki viss með það, en þetta var bara svo ákvörðun, sko, sem var einhvern veginn ólögleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og
og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag, þau meiga ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svoleiðis. Það bara bannað. Nema auðvitað þegar valdið vill það, þá ekkert mál að gera það eins og gagnvart Rússlandi, sko. Þú veist, þannig að það ekkert mál að útiloka Rússland frá Eurovision eða fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi. Það gerist á 2 vikum. Það ekkert vandamál. Það ekkert flókið. Það ekkert vesen. Prinsipin eru mjög selektív. Prinsipin eru mjög selektív. Það eru prinsip, en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað valdið við þau svona það er svona heimsveldi sem við erum hluta af. Ef að það vill gera hlutina, þá það bara gert og það ekkert mál. En ég var eiginlega komin út í með Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna. Mér finnst fyndin sko að það er eins og Samfylkingin, nú fer ég bara út í Alþingi, svona almennara, brottfarar stöðina svokölluð að fangabúðir fyrir flóttamenn, sem var samþykkt núna á Alþingi, engin flokkur á móti, og það er Samfylkingin í rauninni sem stendur fyrir því, hún er ríkisstjórn, og sama dag og það var samþykkt að þá setja Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar, þá birta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista, og það svona sýnir hvernig, og eins og í fánamálunum kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og er stolt af því. Það svona við viljum útiloka útlendinga, við viljum ekki styðja Palestínu, en svo eins og Samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti, en svona skammist sín aðeins fyrir það, sko. Það myndi, Kristrún Frostadóttir myndi ekki birta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta. Já, sko þetta, mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar, þar sem hún er í rauninni að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag. Einmitt. Það sem hún var að vísa til var að á Alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghúsins var líka mikil mótstaða, en hún segir nú er þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim, sko. Að nú er bara það komin glænir taktur í samfélagið, ég var á undan mínum samtíma, þið grýttu mig og ég er í fílu yfir því, og svo er bara hætt að þingi mér þessa, svona 1, 2 og 3. En sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér. Já, þetta er mjög áhugavert, einmitt eins og ég var að tala að það er svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta er meint á einhverju leyti í kaldhæðni, sem sagt, er hún stoltur nasisti eða er hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar, og en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg, sem að er skelfileg, sem að gengur út á í rauninni útilokun, andúð og grimmd, því að pointið með öllum þessum lögum er að gera, eins og þau myndi segja á stjórnmálamáli, sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður. Það er að segja að pointið er að gera það eins kvalarfullt og mögulegt er. Og ég myndi segja að þetta gengur auðvitað í bylgjum, en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir. Ég meina,
við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeim var bara snúið við og sagt nei og sendir aftur til Þýskalands þar sem að þeirra hefur bara beðið dauðinn og Ísland var ekki eitt þetta, það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið að sjálfsögðu í miklu öfgafyllri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko þannig að þetta algjörlega skelfileg þróun en við á Íslandi, þetta svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu vegna þess að danskir jafnaðamenn, svo kallar eða sósíaldemókratar, sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari, sko. Þetta kom einhvern veginn aðeins seinna hingað. En sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu, þú veist, og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu á einhvern nátt að móti straumnum. Og veist, það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alla glæpina, hann að stela á okkur, hann að þurrka upp ríkissjóð, þú veist, allar þessar kleysur. Það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko. Núna aðeins sveiflast til og núna það í mikilli uppsveiflu sko. Já. Og mér finnst gild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði þið áðan sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og og við höfum sannarlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað varðar Ísrael þá þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísraela séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort borgarmeirihlutin í Reykjavík að einhverju leyti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem geti stygt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við séum að horfa upp á það að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur att Bandaríkjunum út í hvaða stríð sem eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa nýja meirihluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu Já, ég þú ekki nú alveg að segja, ég veit ekki hversu gagnlegt það að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega, hvort það Ísrael sem að stjórna eða etja Bandaríkjunum, þú veist, þetta sama ekosystemið þú veist, þetta er Bandaríkin hlutað í, Ísrael hlutað í, NATO hlutað í þetta en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítök eru þetta mjög mikil. Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva og það ekki, þú veist það væri ekki hægt að stoppa það bara í dag án undirbúnings sko, það þarf að framleiða einhver lyf
hins vegar auðvitað geta aðrir framleitt þessi lyf, það er ekki það sko. En þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu á yfirráðasvæði svokallaðs Ísraels, að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðartækni sem er notuð af öllum, þú veist, af aðildarlöndum NATO og svo framvegis, og það eru framleiddir hlutir hér á landi í samvinnu við ísraelsk fyrirtæki. Það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhvers staðar, og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta þá hugsa maður bara þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar. En þeir eru bara integral hluti af þessu, eins og Bandaríkin eru þetta líka. En þú veist, í einhverju stóru samhengi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð, skilur ef maður trúir á það. Og þar með væri hægt að í raun og veru hafa einhver veruleg áhrif sko. En ég veit ekki með þessa jú, það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael, af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri eða viðskipta samningar eða eitthvað svo leiðis. Við erum náttúrulega með sko, þetta allt saman, Einar Þorsteinsson í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn auðvitað mörguleyti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn hægri sinnaður undir stjórn Hildar. Við heyrum hvaða áherslur þau hafa. Þannig að það eru margar spurningar í þessu. Sko, maður heyri líka þau sé að velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Já, ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni. Ég veit ekkert hvort að það er eitthvað sem er alveg konkrétt stendur til núna. Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt. Að því skal stemt, já. Hvað tengist það þessu sem við erum að ræða? Já, þú veist, það er örugglega hægt að tengja þetta saman. Þetta er hluti af sama. Við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko. Eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko. Það er bara það sem að skín í gegn hérna. Þetta er stefna Miðflokksins sem er að koma inn í alla flokka. Já, stefna Miðflokksins komin inn í alla flokka. Ég held að það sé alveg augljóst. Þetta er slagorð Miðflokksins sem er Ísland fyrst og svo allt hitt. Og þetta er bara hluti af því, sko. Já, þú greinir það þannig? Ég held að þetta er bara sama bylgjan, sko. Ég er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa Miðflokksins sérstaklega, þetta er sama bylgjan sem er í þessu. Já. Og þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum. Það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur, að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað, og það er alltaf spurningin í hvað yrði það þá notað. Yrði það notað til einhverja góðra verka eða þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess? Þá myndi ég nú spyrja, þú veist, ríkiskassin er alltaf tómur, það er alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga en það er alltaf ímyndunum að ef við bara getum losnað við þetta allt þetta sem að hjálpar ekki okkur núna, að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög svona þversagnakennt. En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði, skilur við. Nei. Var það til dæmis bara eitthvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað? Ég er ekki bara... Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld þá spyr ég þessara spurningar framkvæmdastýru kvennaatkvæðsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvennaatkvæðsins og mannréttindaskrifstofunnar og hún lýsir því sem að það hefur bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekurverkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósí sinnar, skilurðu að Nei, ég veit þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnutækifæri fyrir aumingja eitthvað svona eitthvað mjög skylt því eitthvað fólk og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir að við höfum svo mikinn kostnað af
Það er ímyndunin, sko. Þú veist, þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið. Já. Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leiðis. Þannig eins og mig grunaði, svo við förum aftur heim, til upphafsins, fánamálið, það er miklu í þínum huga. Það er tákgrænt, það er miklu stærra. Það er tákgrænt en það er kannski bara svona toppur á ísjaka, þú veist, það er eitt merki. Það er svona mjög skýrt merki, skilaboð. Já. Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook, skilaboðin eru skýr, nýr meirihluti, styður þjóðarmorð, nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu. Já. Sko, ég er náttúrulega að nota sterk orð en þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllun New York Times, það er svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona hylja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissa notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur þú verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði. Þú veist, ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða, að slátra börnum í 2000 tali, sko. Er það eitthvað sem að bara, þú getur verið svona, nei, ég er hlutlaus, ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál. Myndirðu segja þetta líka þú veist, það getur tekið hvaða dæmi sem skilurðu. Það maður sem að myrða barn út á götu, getur verið hlutlaus bara. Ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus. Og sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu eins og hann fána, þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég styð ekki Palestínufólk í þessu og þar með ertu að styðja þjóðarmorð. Það er engin spurning. Ég verð að viðurkenna það að ég er svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem er hættur að fylgjast með fréttum á Gaza. Já. Það á einhverjum tímapunkti þá verður maður dofinn eða ónæmur og er ennþá samir hryllingurinn þar og það bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko og það eru gerðar árásir það er Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnahlé sko það eru færri drepin á hverjum degi heldur en var fyrir svo kallar vopnahlé en það er verið að gera það mjög markvisst og það er ennþá verið að halda útiloka að það berist hjálpargögn og það berist eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það er bara lokað það mega engir blaðamenn koma þangað það er bannað þeim er þið bara það er Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu er að lýsa yfir bara bókstaflega við ætlum að taka ég er búin að segja mínum herforingjum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael er búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald sko og þetta er auðvitað eitthvað sem að mjög eðlilega að mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart sko en það bara hver getur einhvern veginn fylgst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það er náttúrulega bara erfitt sko. Hvað er það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt, vilja að þú verðir rekinn frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko. Hvað er það? Við erum að tala að meirihlutin í Reykjavík hann er kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á öskuhaugana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum. Hvað er það sem knýr þig áfram? Já, það er nú einhvern veginn erfitt að vera sálgreina sjálfan sig sko. Þannig að ég meina meðvitað er það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko. Ég bara
það er bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framann augun á mér og mér finnst það rangt og þetta er einhver svona, ég veit ekki, kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk, sko, því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu, sko. Mér finnst eins og það sé að það sé einhver svona siðferðileg afneitun, sko, að því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast, þú veist, ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það er náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta er nú eitthvað svona lögfræðilegt, dægnilegt, en það veit að minnsta kosti að það er verið að fremja hryllilega stríðsglæpi, það er verið að drepa börn, en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt. Og bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert af í skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst eða trúir því að það get ekki gert neitt, það skiptir engu máli hvað það gerir. En ég bara finn ekki ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta, ég get gott sem það get gert, þannig að okkur fer ekki bara slaka á þetta, það bara ásækir mig, ég get það ekki, ég einhvern veginn bara, ég set við tölvuna og kannski það bara að því að við tölvuna meira minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, ég verða að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira. Þannig að réttlætiskennd. Þú veist, kannski réttlætiskennd, ég veit það ekki, ég get ekki alveg dæmt það, sko. Hvernig varstu alin upp á hverju að því að sko mörg okkar fara aðra leið heldur en þú? Var eitthvað sérstakt í uppeldinu sem að leiti til þess að þú þorir að standa í stafni, leggja undir þín eigin störf og frið í samfélaginu? Já, ég meina ég veit það ekki, sko. Ég held að ég sé ekki svo eini sem að fékk uppeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið, sko. Það er ekki einstakt. Þannig að það er svona, já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti, sko, en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki, kannski er þetta bara líka því ég er svona mikla þörf fyrir að ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina, svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem er kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því, sko, ég veit það ekki. Þeir eru ekkert margir eins og þú? Já, það eru nú margir fleiri sem það er nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að er búið að hóta þeim berósferðbót, bara að eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að afla lífsbjargana áfram. Já, það vill þá bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko. Nei. Það er kannski bara forréttindastaða. Já. En eftir situr að loknu þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánana. Það er verið að senda skilaboð. Já. Og það er ekkert endilega, ég er að greina það á þegar þú ert ekkert endilega bjarsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undanfarið. Nei, ég er ekki bjarsýnn á það, sko. Ég veit ekki hvenær þessari bylgju verður einhvern veginn þessi svona hægri bylgja, hvernig hún eiginlega endar. Þetta endaði ekki vel þarna á 4. áratugnum. Já. Þér verður hugsað til hans? Mér verður hugsað til hans, já. Það er mikil óvissa. Já.
En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og spjalla við mig. Það ég vona að það verði ekki síðast skipti. Takk. Og áfram göngum við göttuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauða brauðið og til mín komin Sigurður Sigurðsson sem byggingaverkfræðingur. Velkomin. Takk að fyrir. Hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar? Já, hvaða kerfi ertu að spyrja út í? Já, það talað heilbrigðiskerfið og við getum talað húsnæðiskerfið. Já, ég með húsnæðismarkað og þar eru náttúrulega einkaframkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo eru náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki byggðað fyrir löngu síðan. Þetta mjög fjölbreyttur markaður En enga síður þá það búið að vera í umræðinu núna að ungt fólk getur ekki keypt, kemst ekki inn á markaðinn. Og þarna náttúrulega flókið samspil, þetta eru margir aðalar sem koma að, einkaaðilar og opinbera aðilar og svo framvegis, þannig að það ekki kannski Það eru opinbera aðilar sem að setja svona ramman við kringum þetta, það eru opinbera aðilar sem áherslu að vaxtakjör og hverju fá að taka lán Já, það náttúrulega málið að íbúðir sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis annan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum og því að svona einhver hverfi eða eins og Breiðholti eða gera á sínum tíma, þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma og það sem hefur auðvitað farið úrskeiðis að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða. Nei, það stjórnvöld trúa því að markaðurinn muni leysa þetta, þannig að það þarf ekki áætlun. Já, þetta kannski ekki alveg þetta orða þetta. Akkur sé ekki áætlun. Jú, það ekki vilja stjórnvöld að fólk geta ekki komið sér þak yfir höfuðið. Nei, þetta bara fer ekki alveg saman Það er bara með vittlausa stefnu. Ef að verktakafyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki að hugsa Hann verður það ekki, hann kannski vill það. Hann verður að gera það, annars bara er bankinn að taka allt á honum. Svoleiðis að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði fer auðvitað ekkert saman við hagsmunir ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðinn. Og þess vegna hafa verið byggðar félagslegar íbúðir, eins og félagsbústaðir sem eru með 3000 íbúðir og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna. Þetta sára lítið. Já, það er kannski nokkrar hliðar af því máli. Vegna þess að í dag vil fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúindi trefverk og það tók maður kannski 10-15 ára að klára íbúðina Fólk byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallaríbúð? Já, eitthvað svoleið Í dag þýðir náttúrulega ekkert að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til boðinu sín Það er bannað að búa í svona húsnæði og heilsuspillandi og allt þetta. Fólk gerir það í iðnaðarhverfunum? Já, það er náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísahverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði og það stefnir í það hjá okkur ef að það er ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá er ekki þetta byggja neitt. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
En hvað á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktakafyrirtækin byggi? Nei, en sko ef að þú ert ríkisstjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðarins hlutarins eðli að þetta er stjórn og ef þú ætlar að stjórna þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ætlar að gera þetta bara frá degi til dags þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaðar hlutur sko. Ég er bara veldur mig, sko, hver er munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkisstjórnin og meirihlutinn í borginni gengið á milli verktakanna og spurt hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og þá hætti það nú þá held ég þetta gangi bara upp, eru komið í gott ástand þannig að 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þeir ætluðu að byggja. Já, sko, þetta er ágætis umræða, sko. Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu. Draga þessar hendurnar eða... Bara eins og þeirra fyrirtæki þolir eða fara í þrótt eða hvað þið gera. En skyldur Reykjavíkurborgar, skyldur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta er batteri, borgarstjórn eða ríkisstjórn. Þetta er bara stjórnkerfi borgarana og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það er náttúrulega peningalaust og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Það sem fólk ekki að vera inn í einhvern tíma með þangandi tekjurnar voru komnar upp í ákveðmar þá þurfti að fara út eftir sko. Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum. Það var þannig allan á einhverjum tímapunkti. Ég held ekki þá férstu, þú þurftir að vera með minni fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir og þú fékkst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin tekjur. Það voru verkalýsfélögin sem að deildus út. Nákvæmlega. En ég held að það hef ekki verið þannig að einhverjum hafi verið sparkað út að þegar maður orðin of tekjuðar. Jú, ég þekki svolítið fólk sko. En hvaðan það skiptir ekki alveg máli. En allar skyldur þessu operaðara, ríkisstjórnar, borgarstjórnar og svo framvegir eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batteri. Að skaffa ódýrt og örugt húsnæði? Já, það þarf að leysa þetta mál. Þessna skrifaði þessa grein. Þetta er ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það er rosa hátt hlutfall að mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% nemandi í háskólanum bara konur og sem er ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldrar sem geta borgað fyrir það. Það gengur þetta ekkert upp sko og þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem er að bara byrja að búa, þetta er náttúrulega fólki sem á börnin í landinu. Þetta er náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkisstjórninni og borgarstjórninni. Það er, þú veist, að fólki geti lifað hérna. Og helst kannski barnafjölskyldur? Ég tala ekki það, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólamál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem leysa það eru margar lausnir á því máli. Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég er svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutin hafi haldið að þeim bæri að tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaðurinn skaffar. Þannig að þeir bara engin skylda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál. Maður trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlandunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hérna tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst. Nei, það er alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríkið líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið af húsnæði af einkaaðilum og þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum. Þeir vaksa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir. Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili. Þetta eru 3.000 íbúðum sem að voru keypt. Ég held að það hefur verið 2.000 aldamótin sko. Já, gott að vera. Sáralítið vöxtur. Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður. Þetta er náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko.
Svoleiðis að nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma, nú er búið að vera borgarstjórnarkosningar og með nýjar áherslur og allt þetta, að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa þau í lagi, skilur við, og það gerist ekki nema sér langtímaplan. Þannig að þessi borgarstjórn sem er að koma núna, eina sem hún getur gert raunverulega er að setja upp bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má Guð vita hversu langa tíma það tekur. Ég held að það sé í yfirlýsingunni þeirra, sem eru ykkur 190 atriði, þá kemur fram að þau tristi markanum til að leysa húsnæðisvanda. Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skyldur á til dæmis að útlendingur sem koma flóttamenn minna hvað þeir fá húsnæði á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. En ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara skyldur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hvernig sem að leysa getur leystað ekki með einhverja og allt þarna en þetta ástand sem er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættanlegt og bara er ekki eins og það á að vera sko. Og við erum að fá núna kynslóður sko á hverju ári náttúrulega við bylgja nýju fólki sem er að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóð þetta er annari það gengur ekki upp og þetta fólk annarkot flytur það bara í hjólísi eða það flytur úr landið. En eins og segir að þá hefur þetta legið fyrir lengi. Já. Við erum mikið þetta rætt. Já. Ég hef tekið þátt í þessari umræðu í áratugum. Já, það er ekkert annað. Og margir bent á að þetta stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar halast upp við óörygginn á leigumarkaði, þurfa ofta að flytja, veldur alls konar félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit allir. Já, en þetta er auðvitað náttúrulega bara verkefni opinberra aðila. En heldur þau að því að þú talar eins og að einu opinberra aðila rættu að átta sig á því að þetta væri eitt meginhlutverk þeirra, en maður heyrir það eiginlega aldrei hjá stjórnmálafólki. Sko þetta er náttúrulega ekki meginhlutverkar, þetta er náttúrulega bara sko borgarstjórn er náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarina er náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það er ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það er snjómástur eða bygging svona íbúð eða eitthvað annað, þá er náttúrulega alltaf kaos sko. Og það er bara þannig að svona stjórnvald sem er með þetta yfirgripsmikið verkefni verða að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það er kosið ný stjórn og ef hún allar eins og borgarlínuna núna, þetta er langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið að endur sko mörgum sinnum allt hannig. Að ef einhver hróflar við því núna, jafnvel þó það væri nauðsynlegt að hrófla við því, þá vitum við að það mun allt dragast. Og það mun ekkert gerast. Það voru lofvörð Sjálfstæðisflokksins sem er annars? Já, það sýstir ekki máli hvort það hægra eða vinstri sko. Ég er bara að segja því að það var lofvörð þeirra, það var lofvörð Miðflokksins að stoppa þetta. Já. En gott og vel að ef þú ert með verkefni þá er það ekkert, það er bara verkefni og þú þarft að, og ef þú stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður náttúrulega að hafa langtímaplan því að sum verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko. Eins og kom fram núna allar að tala Miklubitastokkin, hann átti að vera á áætlun 2040. Nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, þennan stokk. Þá er gamla áætlun ekki lengur í gildi og það er ekki komin í áætlun. Hvaða aðri þættir raskast við það að rjúka í Miklubrautargöngin, það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndunskilur, kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum. Þau hafa bara ekki trú á áætlunni sem að var? Nei, það er bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með. Það er ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkisstjórn, ný borgarstjórn, þá er bara oftar en ekki öllu ítt til hliðar og þú tekur upp bara þína stefnu.
ekki gömlu stefnuna, hvað þá einhver sem var fyrir löngu síðan, skilur þannig að, en þetta virka bara ekki svona, framkvæmdi virka ekki svona. Þannig hafa allir menntamálaráðherrar verið til dæmis, þeir eru bara komið með sína línu hver. Já, algjörlega. Og skólakerfi svona, ég segi ekki þessi stjórnlaust, að það hefði verið hægt að stýra því mun betur, ef að hver menntamálaráðherra var ekki alltaf að reyna að setja sitt mark á þetta. Já, þú verður að hafa langtímaplan þar sem hlutir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka, til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þessar íbúðabyggingar sem við erum að ræða og ný stjórn á ekki að taka lestina á sporinu þá bara stoppar hún, skilur. Þetta verkefni sem við viðlóðandi á hverju ári koma alveg, ég veit ekki hvað margir einstaklingur og nýhjónabönd og þú veist allt þetta og við vitum það alveg, það er ekkert ný uppgötun en að þetta fólk komist ekki í húsnæði, þetta er fyrsta skrefi ef þú ætlar að gifta þig og eiga börn og heimili, þú voru að komast í húsnæði. Svo þetta er líka húsnæði þú ætlar að skilja, þá er þetta 2 íbúðir. Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara frá skuldunum En þú segir að stjórnvöld þurfa að hafa áætlun. Já. Og mér finnst það hljóma eins og það veri áætlun að þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp. Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meirihlutann í Reykjavík, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Viðreisn, allt flokkar sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég er ekki að þetta fólk trúir þessu, að þessi besta markaðurinn finni lausningar. Það sé ekki stjórnmálamannana að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem er að koma út úr háskólanum, barnafólki, það er ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem við minna eftirlit með honum. Þú kannast þetta? Já, ég kannast alveg þetta. Þetta er búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991. Þetta er náttúrulega framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár hvernig á að framkvæma svona verkefni. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík bara allt í einu hann er komin á þingu eða inn í borgarstjórn, hann geti leyst þau mál. Hann getur það ekki. Þú þarft langað háskólanám til að gera svona skipulag. Og það er verið að kaupa til skipulagsvinnu á arkitektum og það er allt í mjög góðu standi. Þeim er alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur náttúrulega vandamál alltaf upp aftur og aftur. Það er byggð einhver þéttingareitur eða hvað er fara í. Alveg sama hvaða framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipuleggja þau. Þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga. Þetta gerist ekkert á einhverju stuttum tíma. Þú lendar alltaf á sama vegnum. Og við erum bara að sjá það nokkuð dæmi að menn er að stíga út úr Alþingi bara í stjórnunarstöður á mjög stóru verkefnum menn sem aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni, skilur við. Og hvort það ég er nú ekki verðt að vera að tala beinir sem ég er bara að segja þetta er bara svona, menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig. Þú meinar að menn endi í starfi sem þeir ráðu ekki við? Nákvæmlega, ég meina að ef þú þarft 5-10 ára háskólanám í eitthvað verkefni sem að ef þú það teiknar börðhóli í 20 og hefða blokk, þá hleypur ekki út af Alþingi og teiknar börðhóli, skilur við. En menn er að gera þetta í áætlangerðunum, og þessum ákvarðantökum þó að auðvitað pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborðið og teikna göduna, skilur við Nei, gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég er að reyna að koma að stjórnmálafólkið það er einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áætlanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best. Já, ég skildi alveg en ég á svolítið erfitt með að prjóna þetta saman. Það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndir segja Sigurður, alveg þvert á móti.
Ef við förum að gera eitthvað áallar það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik. Eina leiðin til þess að það gangi smurt að láta markaðina með það. Þarna lendir náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur. Þú getur ekki, alveg sama hvað sem mikið er langað til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtímabili koma einhver í verk og allt þetta, það er góðu vilji á bakvið allt saman, skilur. Og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það er ekki það, ég segi bara framkvæmdir, þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli, annars bara gerast ekki og það er það sem við lendum í núna. En það er ekkert verið að framkvæma, það er ekkert verið að kasta til hendinni með svona uppbyggingu á einhverjum reitum, svo veist á endanum er þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða eitthvað? Sko, svo framkvæmdin sjálf? Já, ég skil. En svo er þetta annars verið að tala áallanir og eins og er framkvæmd? Þegar að borgin skipulegur svona þéttingu byggðar, þá er þetta ekki gert í heildarplani fyrir borgina sem slíka. Og það koma sjúkrahús, einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar. Af því það var engin áætlun heildarplan, hvernig á að hafa umferðina, hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvaða götur þeir eiginlega ferðast og allt þetta, skilur. Þannig að heildarplanið er í klessu. Já, það er ákveðið plan. Til dæmis, þú nefndir hann að miklu braut í stokk sem að er enda að byrja að tala núna um þessu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum. Ég pröfu að spyrja fólk sem hefur haldið fram að vilja fá miklu braut í stokk. Þá ég spurt, hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum? Og þá svarar fólk svona, kannski ekki alveg með því orðalagi, en merkingin er svo, það reddast bara. Já, ég skil það alveg. Það er áallurinn. En ertu þá ekki að tala við einhvern sem er búin að vera 5 eða 10 ári í háskóla að læra hvernig hann á að gera það? Þau svara yfirleitt svona, ég meina, svo umferðin finni sína leið. Já, myndi sjálfs gera það einhvern veginn, sko. En grunnurinn að þessu að það hefði aldrei átt að skapast neitt ástand, skilur. Þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá er búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það er alveg saman með svona íbúðabyggingu. Ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá er ekki byggt. Eða þú bara sleppir því að setja miklubraut í stokk. Því að það er eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd út af þessu. Þú getur planað. Þú þarft eiginlega að vera búa til nýja vegi áður en að því kemur, sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið, heldur þarftur umlega nýtt flæði til þess að geta byggt það. Til þessar áætlanagerðin, hún leysir það og maður sem ger áætlununa, hann tala með sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlununa. Þannig er áætlunin gerð. En kannski virkar það þannig. En þessi umræða, hún er alltaf á einhverju plani sem eins og allir getur leysið það, skilur. Ég er vel að vera með ákvörðu það er. Kannski er það þannig að það er einhver maður sem býr til planið og sýnir stjórnmálamanninu það. Og stjórnmálamanninu sagði, nei, ég get aldrei selt þetta, sko. Þetta er allt of flókið. Þannig ég sel bara stokkinn og gleymi hinn. Þetta er nákvæmlega rétt að vera og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnumgangandi, bara mjög lengi, að við sjáum einhvers konar, hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver minnisvarða rísa einhverja stjórnmálamenn og það er ekki að spá í það það passar inn í eitthvað plan, skilur við. Það er bara, þegar hann er fyrir kosningar næst, þá koma myndir af þessum afverkjum í kosningabæklingunum og þá hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko. Þannig að... Þú nefndi Breiðholtið á þann. Já. Finnst þið það að vera minnisvarði stjórnmálamenn? Stundum er Bjarnar Ben eldri eignað þetta, að hann hafi slegið á svona hnútinn í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar. Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi, ég þekki verkfræðingar sem unnu við þetta og þetta voru hús sem voru reist fyrir mjög lítinn pening á mjög stuttum tíma. Af opinberum aðilum. Já. Og byggingafyrirtæki opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest af þessu og kom í nýja tækni og lækkaði byggingakostnað. Já, hér Breiðholt. Og en þarna var bara dæmi, fólki var þarna starta á þessum þröskuldi, það var rosalega húsnæðisskortur og þeir leystu þetta bara.
verkfræðingarnir, skilur þeir gerðu áætlanir en þeim var bara falið þetta verkefni að byggja eins ódýrt og örugt byggja hratt og byggja örugt og þeir gerðu örugglega áætlun fyrirfram hvað það myndi kosta og hvernig þetta er tilbúið og sko ef það er ekki áætlun þá fluttu nýja tækni eins og flekamót og fleira sem að hefur ekki sést þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og er gott dæmi það þetta er bara langt síðan og nú er náttúrulega liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum þannig ef þeim yrði sleppt lausum að þá yrði þetta svona eins og langa vitleysa upp í Skreiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hagkvæmnina ykkar Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi eru þetta kapitel út af fyrir sig, sko og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu sko en á svona litlu markaði þegar allir þekkja alla og þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður, þetta er raunverulega meira einhvers konar var allavega mikið klíkuskapur og allt hannig ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist nega trú á neina sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist auðvitað og vitleysan finnst mér allavega að það er ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamaður ákveður að fara í nýtt hverfi að þá er það ekki byggt á að það sé plan sem var gert fyrir 20 ára nú er það komið bara að þessu hverfi skilur og svo næsta hverfi og þá er alltaf umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara færi sína verkfræðinga og verktaka eftir einhvern útboðsleiðin til þess að sinna þessu verkefni og það er þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman. Orðu hvað á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðalskipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira. Síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það heitir eitthvað sem kemur áður að deiliskipulagi sko. En í einhver svona aðalskipulagi það kemur ekki gott á pening til að byggja þetta hverfi skilur og það þarf að leggja skólp og lagnir og malbygga og allt þetta er annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verkáætlun skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það þýðir ekki að hafa einn hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki Ertu að tala um að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða þetta sói peningum Já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust það er náttúrulega miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglulega eða án þess að hafa sko nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég hef náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en mér sýnist þetta að vera svolítið þannig að þetta er ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá er bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju listin sem móðast af einni og hann er ekkert listi frá fyrirvændi meirihluta, örugglega ekki og en þá er ekki spáð í hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína, það er náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem maður getur vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara. Það er bara ljóst sko. En stjórnmálafólki til dæmis sem myndaði meirihluta núna að það upplifði að það er að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifir að þessi krafa breytingar. Þú ert eiginlega að leggja til að breytingar þetta minni. Það frekar að halda sig við gömlu plönin? Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda, hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk er að gera. Þurfum við ekki að skuttla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum? Nú er það alltaf hægt í að umfyrir svo mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eða eitthvað. Það sem er líka skipulagslýs að þetta skuttlað af hverju er þjónusta við börn. Þetta er langt frá því þessum börni búa, ég næði því ekki alveg. Nei, það er... Börni get ekki keyrt eða... Nei, það er nákvæmlega þannig sko. Þetta verið göngufjalla fyrir litlar fætur. En hvað er það? Að ég held að svo talum að með fólkið og pólitíkina að fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti í borginni og eða komið til borgarinnar og sótt þjónustu bursi hvort það er einhver hægri vinstri pólitík en sko ef að það er ekki búið að leysa úr umferðarmálum til dæmis og hvernig ætlar að komast á milli staða, það ætlar að komast í leikhús bara og það strandar allt ef þú hefur ekki samgöngukerfi og húsnæði
þá engin borg, skilur. Svo skil ég aðeins hvað skipulag, af því að við nefndum skuttl og eitthvað fleira. Það tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólarnir í Reykjavík, voru hverfisskólar. Svo ákvað einhver að það var ekki, þannig að þú getur farið bara í fjölbrautaskólan í Garðabæ og ég upp í borgarskóla eða borgarhaldsskóla. Og þetta náttúrulega, ég veit ekki, að geta einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu, að fólk að hendast á milli hverfa til þess að fara í framhaldsskóla. Hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki aflétt þessu að skólarnir séu hverfisskólar, þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis? Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlan að gera, ef þú gerir áætlun. Það var ekki að gera áætlun í þessu? Nei, ég veit það, ég að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í ganga, eins og þú talar breyta skólagerðinu þarna, og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi milli ákvarðana og allt þetta, til dæmis í Bretlanda sem ég var í námi, þá bæjarfélögunum ekkert falin svona verkefni. Það bara stór svæðistjórn sem sér umferðarmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi. Borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippar á borða, og hann þarf ekki að vera að hafa ágjörð þessu, Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum náttúrulega mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við náttúrulega, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega betra lagin hínir, að þá flýr fólki bara úr hinum sveitarfélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði. Af því að þetta næri ekki yfir starra svæði. Og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélögunum? Það ábyggilega, annars værið þeir með þessar íbúðir. Það varla til hérna á höfuðborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði. Já. En önnur sveitafélög komast upp með að hafa ekki félagslega. Þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta, að hún með mikið af þjónustuðu sem hvergi annars þar á landinu og læknar að senda bara fólk hinga og þangað landið til Reykjavík til að komast í þjónustuna. En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu? Þá get ég alveg lofa því að mikill meirihluti í öllum smærri sveitafélögunum mun segja nei. Já, en þeir gera þetta samt í borgarlínunni. Jú, en ekki gengur það vel. Það var náttúrulega aðal kosningamáli fyrir kosningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beygði sig undir samningin lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðis. Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngusáttmála. Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hann. Já. Og hann á að fara í endurskoð, það eitt af loforðunum hjá nýjum meirihluta. Það verið endurskoða fyrir haust, Þeir sögðu nú í gæri fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir þar sem hugmyndir sem það verður með. Dream on, segi ég nú bara. Já. Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki? Það gengur ekki, en ég segi bara í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skiluði árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira, þannig að svona samstarf milli þessa aðra á höfuðborgarsvæðinu, það er mjög nauðsynlegt. Það gengur stundum gengur það ekki. Nei, ég veit það. Ég geti það gengur ekkert sérstaklega vel í strætó, að það er svo ólíkir ólíkt hagsmunamat þar inni. Þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern ræður för. Þannig að það mjög mikil tregða þarna. Annað dæmi eins og þetta Sorpa, það sem svona saman. Ég held að stjórnmálamenn ganga svolítið fyrir því að axla ábyrgð, eða þú veist, allavega í kosningum. Að þeir geta verið kosniburt. Með því að búa til sérstakt fyrirbrigði sem heitir Sorpa, þá er komin ákveðin fjarlægð frá kjósetum. Þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósetur, ekki í Reykjavík eða nokkuð staðar.
Ég veit ekki hvort að til dæmis sorphirðustöðin sem að var algjört fíaskó, verkfræðilegt fíaskó, það sem að var keypt ykkur lausn sem að ég held að flestir hefðu getað sagt að býtu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma. Eigum við ekki bara að kaupa þrautreynda lausnir? Einhvern tíma var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl, þá heiti ég bílvirkja sem sagði að keyptu Skóta. Og akkur átti að kaupa Skóta. Af því að Skóta er tækni sem var reynd í Audi, þrautreind í Volkswagen, þannig að það fer ekkert inn í Skóta sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig, ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá Danmörku. Þannig ég er bara að taka svona dæmi það. Ég skildi alveg og það er bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðanir teknar í pólitíkinni og menniti sem fara á fundi erlendis að gera þessi viðskipti er ekki endilega menniti sem að vita hvað á að gera, skilur. En ég veit ekki. Kunni ekki að spyrja réttu spurningana? Kunni ekki að spyrja réttu spurningana? Já, þú er náttúrulega að fara að kaupa bíl, þá þetta að vita eitthvað bílinn, skilur. En ég ætla bara saman þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagin einhvers konar byggðarsamlega hvað það kalla að það myndi virka miklu betur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið af félagslegu húsnæði og þurfa að taka móti fólki alls staðar á landinu og hafa þetta í einhverju skonar prógrami sem náttúrulega við þekkjum alveg, það er búið að reyna gegnum tíðina enga framtæki mun aldrei byggja yfir fátækt fólk, sko. Það er bara ljós, sko. Og það er alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera, sko. Ein afleiðingi verður svo að fjölskyldufólk ein afleiðingin er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp öllu valdi. Er orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað. Bara fáránlega hátt verð víðast í Reykjavík sem veldur því að fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekjur sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem er núna að fara kannski úr 2 íbúðinni í Reykjavík og yfir í raðhús með garði í Þorlákshöfn. Þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að henta fjölskyldunni. En á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk er að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu. Já. Sem er eiginlega algjörlega gaggalagú. Þetta er náttúrulega bara þannig virkar markaðurinn, skilur eins og í Bretlandi þegar fólk er núna að flýja bara í hjólísi, sko, í stórum stíl. En byggðarlögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn var náttúrulega stekkað mikið í þessu ástandi. En þeir sem eru þetta keyru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem er að kaupa íbúður að koma nýtt inn á markaðin, það er fólki sem er að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir í opið hús einhvers staðar þá er það bara menn frá lífeyrissjóðina sem er að með milljarða í vasanum og getur það staðgreitt, skilur, þannig að það er ekki... Akkur eru menn frá lífeyrissjóðum? Já. Ég var með fasteignasala... Tæknilega séð, þeir fjármagnaði þessi kaup náttúrulega. Ég var með Baldur Jesorski daginn, hann fasteignasali og hann var að segja það væri annars vegar leigufélögin en langstæstu leiti sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3., 4., 5. og 7. íbúð til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta. En hver fjármagnar leigufélöginni? Það eru bankar og bensinstöðurir svo eitthvað. Já, sko, en svo er náttúrulega fleiri hliðar á þessu máli. Það er hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur en var fyrir ekkert löngu síðan. Og það voru gríðarleg þróun í bara framleiðsla húsum í vestmiðum. Svoleiðis að... Gaman að maður getur séð þetta, hvert fólk er að fara inn á YouTube og googla það og að það getur séð uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína. Það er mjög gaman að horfa á það gert því að þetta er mjög ótrúlega hraða. Þetta er bara í nágrannalöndunum og Bretar keyptu nú 6 risastórar einingaverksmiðjur frá Kína sem ríkið keypti bara og dreifði þeim all land og þær framleiða 5.000 íbúðir á ári hver verksmiðja, sko. Og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðin.
Þannig það ekki alltaf verið einblíðin á að borga allt niður, það er svo félagslega kerfið, það er ekki endilega að kaupa randir íbúður. Það er hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðarleg fórn fyrir sveitarfélag að gera þetta, en þetta er skipulag, þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og útsjónarsemi skilur sem á plan sem stendur alveg ekki bara 1 kjörtímabil, þetta er bara 3-4 kjörtímabil. En þú myndir vilja fá svona, kallar þið Bandaríkjamenn ekki svona SAR, svona keisara í tiltökum máli, sem að gæti ráðið í kringu sig fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandann í Íslandi til einhverja áratuga. Það eru verkvæðistofur sem eru með stóra mannskap og ég meina það er hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað það er nokkra mjög stóra verkvæðistofur og það kemur mjög óvart ef það geti ekki bara leyst þetta. Ef að borgarstjórinn hringir í það og segir getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt? Það er ekki nóg að hafa verkfræðing, þú ætti að hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að það er náttúrulega gert. Selur þetta inn í lífeyrissjóðina. Já, nákvæmlega, en ég meina þú veist. Skilur hvernig skuldabréfamarkaðir eru í útlöndum og það er eitthvað svoleiðis líka. Planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvað það kostar og svo framvegir. Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta er samþykkt að lokum hjá stjórnmálamönnum, þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út mannfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag, skilur við, þá er búið að græja umferðarmálin og skrifstofu húsnæði og þú veist þannig að fólki skólarnir, þetta er allt í einhverju plani Núna er þetta ekki í einu plani. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð, mjög frægt og skipulagt á 7. áratugnum, svipaðum tíma og við vorum að byggja upp Breiðholdið. Kallað milljónaverkefni, við ætlum að byggja 1.000.000 íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það. Ég man eftir að ég herði svona eldri mann í Svíþjóð orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóð. Það var eins og allt í einu slæðið þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfiðleikarnir sem að felast í því að það sem að fólk er að reyna að byggja fjölskyldur og í ónýtu húsnæðiskerfi. Nákvæmlega. Þegar þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og leyst úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð hvort þeir ekki að fara í eitthvað sambærilegt verkefni aftur. Því að vandinn er komin, en hann er kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta er náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og voru stórar fjölskyldur og eitthvað svoleiðis. Kom í bylgjum og alltaf. Já, þannig að þetta er kannski svona annars konar verkefni sem að yrði alltaf núna. Ekki svona mikið uppbyggingaverkefni. En eftir þetta, stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitarfélagana. Og það er ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stór hluta markanum að þeir halda niður í leiguverði. Ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkólm eða Gautaborga sem er svona mikil eftirspurn eftir að vera. En markaður þar er miklu heilbrigðir heldur ekki hér. Það er til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu, þannig að þú er heimavellir með stórt leigufélag og vilt hækka, að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna. Þetta er ekki til hjá okkur og það vantar allt svona prógramskilur og plan að gera áætlanir í svona byggingaverkefnum er algjör galdur og eins og Empire State byggingin í New York hún var byggð á 1 ári og 40 dögum og þú veist, þetta er engin smákofi í miðbæ. Ef þú vinnur eftir áætlun þá er þetta að gera kraftaverk. Getur jáfnvel reist Sundabraut? Ég meina, ef þú ert ekki með áætlun sem er í lagi, þá er þetta allt í klessu. Ég nefnir Sundabraut sem ég held að þetta er 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær
Við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lágbrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum eiginlega engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Laugarnesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavoginn og hvort það komi þá akrein frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær. Þetta er 25 ár. Á hverju er þetta svona? Það er náttúrulega eitt vandamáli er að þetta við dreigir svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnaðurinn að því að gera þessa braut mingi bara með árunum að þetta var, þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir fyrir vestan 11 ár og við vorum að tala bara veg út úr bænum sko. En núna þeir sem að búa fyrir austan 11 þeir ekki að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko. En þetta hugmyndi núna er að þetta taki umferð upp í Grafavog að hluta til, upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi byggingasvæði við Geldingarnes og þar frá undir göttunum. Já, ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafavanum inn í þetta sko. Grafavogsbúar vilja það ekki, en í planinu er ennþá, þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegarins og Sundabrautar. Nei. Af því það munu sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafavoginn. Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin sko. Nei. Þá allir fluttir ofar í bæinn. Þú getur ekki byggt næstu 20 ára hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár. Og það er ekkert að því fólki allar að fara í gegnum Sundabrautina sko. Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili. Akkurat, já, það er bara fyrstu skrefin, svo er bara núna Kjalarnesið og áfram með fyrir sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð, við verðum bara vestan 11 bara gamli bærin sko. Þannig að það er ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað þá séu gerð plön og þú skoða þessa punktar sem að nýja borgarstjórnin var að birta hvað ég gerði að fyrir þetta þú veist, þetta er ekki plan, þetta er náttúrulega bara óskalisti og það er ekkert fjármagn að baka við þetta. Þetta er bara þetta er fínt minnislisti en það er ekkert plan að baka við þetta. Það er yngöpalisti út í búð en þú ert kannski ekki með buttula böður. Nei, ég menna þetta er ágæðislisti en þetta er fyrir borgarbúa að sjá hver verða örlög okkar sem búum í borginni út frá þessu plani, það er bara 0. Herðu Sigurður, þú ætti að skrifa þetta sérstaklega út frá hvernig stjórnvöld kæmu við yngri kynslóðina, hvernig svöruðu þörfu þeirra á húsnæði. Af hverju er þetta að skrifa svona? Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastliðin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu? Ég þekki marga sem fengu vinnu en ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur ungs fólks, hann er alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðin og ef þú þekkir átt engan það er engin í fjölskyldi í pólitík eða að þá eru þínir hagir bara öðru í sig sko. Þá er þetta dæmdur að fara á leigumarkað? Já. Og ef þú færð ekki vinnu ætlar þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég er bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman þessa grein að þetta er náttúrulega, svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir, þú veist, þetta er ekki bara húsnæðismálin, þetta fólk sem stofna fjölskyldu í dag, það er að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag er bara að mæta í, þú veist, vinnuna að ef það fær húsnæði að segja sem er náttúrulega ekki lengur í boði að ég sá að þetta er náttúrulega bara að verða risamál og ef það kemur núna kynslóð, ef þetta verður svona ástandi næstu 20 árin, það verða bara enga barnafjölskyldur eða þú veist, ekki eins og var þetta fólk, ég þekki fólk sem bara er að vinna erlendis. Ég þekki unga mann sem er á Kýpur í dag, hann vinnur fyrir Arion banka og þú veist, þetta fólk í dag, ungt fólk, því er alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist, mannsamandi aðstæður. Ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu. Það verður helst kjósa að búa hér kannski.
Kannski myndu flestir helst Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyldu og ættingja. En kannski ekki að þetta vil ekki til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki. Já, bara eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna alltaf tíma og hérna þau sögðum mér hverju viku eru nokkri Íslendingar að flytja til Berlínar, hámenntaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við. Og þau fengu hérna ótir íbúð bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almenni samgöngur bara fínar og þú veist, góð vinna, góð velborgað, út á kvöldina að borða og eitthvað þannig að bara hýta vinnuna. Þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við unghjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað 2 ára, það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara keypti sér hús á Spáni, seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð, þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og ætlar bara að vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara straumar, þú veist maður hefur tilfinningu að þessi straumar að fólk að fara bara í betra umhverfi Spánn er ekki himnaríki en þú veist, það getur fengið húsnæðar Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur en það hér. Já. Ég ferðaði svolítið Noreg einhver ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi. Já. Og við leikum svolítið að því að hitta þá. Og þau lýstu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem er að flytja sko að það vill segja manni að það veri rétt ákvörðun. Þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður var að hlusta. En svo sögðu þau eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í 3 mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hvurslans helvítis basl þetta er á Íslandi. Já, nákvæmlega. Það var svo svipað og með milljónaverkefni það þegar háaðinn allt í fer og rennur allt í upp fyrir þeir hvaða erfiðleikar þetta voru. Já. Þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem er byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega til þess að þjóna svona hagsmunum almennings. Sko ég bara þekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist fátækt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna það er ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkert fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberu mál er ekkert að bögga fólkið það er alltaf kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að er að sjá þetta sé bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhverju á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara með að fann að þetta var ekkert sko lykt og hér og þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og sem er náttúrulega ekki leyft í dag en eins og ég segi þetta, það er hvergi náttúrulega neitt sæluríki en það er einhvern veginn, til dæmis í hruninu, þá var hjón sem ég þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borgaði á lánunum þeirra meðan hrunið stóð yfir. Þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara fóru þau að borga aftur á lánunum. Þannig að það var ekkert að hrófla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og það var nú bent á þetta hér, að þetta væri ein eðlilega leið. Jón Danielsson hagfræðingur sem var býrið mitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða að það væri alveg vitlaust það sem hún geti gert væri að henda fólki út af heimilisum nákvæmlega það bara hverjum dettu það í hug en þú sér að þetta gerist bara hérna var það litið á sem bara fullkomin réttlæti að henda fólki út fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki og svo bara nokkur árum setna þá eru fólki ekki í húsunum sínum þú veist til að borga skuldan hjá þessu bankum. Herðu, Sigurður, gaman að fá þig heimsókn á Rauðaborðinu að ræða húsnæðismarkaði mest eins og ýmislegt annað. Ég vona að það hafi verið smá upplýsandi. Já, kæra þakkir. Ef við sittum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næstu kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir,
Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Við viljum enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sundmenning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán. Takk fyrir. Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og það hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Og deila að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér, ef þú fer bara aftur til frumbernsku, varstu sem kornabarn tekin í sund? Já, ég sko mamma er mikill sundköttur og mamma hennar líka, amma mín fara mikið í sund og hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund, þannig að ég var mjög lítil þegar ég fór fyrst í sund, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fæddist í Noregi og var 34 þegar við fluttum til Íslands en náttúrulega komum, það er eitthvað svona saga sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örgulega sumarfrí eða eitthvað og ég bara er einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég er komin heim. Einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístiði sem bara svona algjörum slaka. Bara aftur inn í leið. Já, og það er náttúrulega ótrúlega flott af því að það er náttúrulega þaðan sem við komum, við erum bara í vatni fyrstu 9 mánuðina. Erum við svamlandum. Þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífi. Mér líður mjög vel í lauginni og og mér fannst líka alltaf ólíkt mjög mörgum, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda. Varstu þá góð sundkona? Já. Ertu góð sundkona? Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd. Ég var svona með þeim. Ég æfði ekki sund eða neitt þannig en bara ég, svona, já, það er einhvern veginn. Hvert er uppáhaldssundið þitt? Góð spurning. Uppáhaldssund, sko, það er eiginlega orðið skriðsund. En ég en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda. En þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til þess að vera góður í skriðsundi. En þegar maður er svona að hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa einhvern veginn í gegnum vatnið, það er geggjað. Já. Hvað er uppáhaldssundið þitt? Hundasund. Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona? Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allar minn sundferil síðan. Já, maður kemst ekkert úr en maður byrjar í hundasund, er erfitt að einhvern veginn. Mér hefur aldrei tekist að læra skriðsund. Nei. Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið. Nei. En sko ég get náttúrulega alveg synt 25 metra í skriðsundi en ég get ekki andað á því ferðalagi. Ekki að rauð svona að fá hellinga vatni hún í lungun. Já, það er svo mikil tækni sko og svo erum við náttúrulega að tala þú veist eins og bara mest hataða sundið hérna, hvað heitir hann? Flugsund. Já, flugsundið. Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra Vesturbæjarlaugina með flugsund, þú veist, það er alveg, það er rosalegt, það er rosalega flott samt. Það er mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslaugum, það á bara að vera svona keppnis level. Einmitt. Svo er þetta bara kafsund, skemmtilegt. Já, ég er endar mjög góður í kafsund. Já, ég gleymdi því. Nei, einmitt. Hvað getur þú synt marga metra í kafi? Ég nefnilega ég kemst ekki yfir. Nú? Ég held ekki. Nú langt síðan ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir. Og tilbaka og út í miðjarlaug. Hættu? Síðast þegar ég prófaði. Ok, ég ætla að tjekka á þessu og svo kemur ég. Það er svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
Hvað ætlum við sem að tala um í mínútum? Hvað ertu? Þetta tekur mjög langan tíma. Já, þetta mjög lengi kafi. En það virkilega gaman að fá þessar spurningar frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta það svo millokkar. Nei, svo bara margt, þú veist, það erfitt að gera upp á milli. Svo bara Bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í Bringusund. Það er svo gott fyrir, þetta er náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í Bringusundinu. Þannig að ég er bara mörg, já. Fólk verður svo fallega vöðvað, sundfólk. Það er svo fallega líkaminn. Og náttúrulega bara gott fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar einhvern veginn bæði, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni. Þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf. Ég ætla að segja eitt af því fáa, það var svona fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að... Já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi. Það er ekki þetta trend? Jú, já. Og náttúrulega Íslands náttúra. Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið er svo rosalega líka náttúrutengt og svona, einhvern veginn, jartengimann. Já, og svo er þetta brjálæðislega félagslíf. Já, og svo það. Það er svo margir pólar, það er félagslífið, það er jartengingin, það er hreyfingin, svo bara líka, eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fyrir bara í laugina. Og það er útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum er maður að spjalla og stundum einmitt með krakka eða einn og svo er þetta er svona eitt af síðasta víið, símalausa víið. Þarna er bara enginn í snjalltæki. Einmitt. Og það er svo gott, það er bara... Það eru samt einhverjir með headphones. Já, maður sér það alveg. Og svo náttúrulega einhver sem synda með úr eða eru með headphones. Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl? Ég veit það ekki. Mér finnst þetta ekki algengt. Þetta er ekki algengt? Þetta er ekki algengt. Það kemur fyrir að maður sér. Það kemur fyrir að maður sér það. En það er teki, maður sér það er einhverjir sem að villast. Fólk er náttúrulega með síma í baðlónunum. Þannig maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það er bara, það hefur engin húmor eða mikla þolinmæði fyrir því. En hreinlætisofbeldið í þegar þú þarft að þvoðir án sundfata með sápu. Já. Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppákomum þar eins og við í karlaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski eru með allt öðru sér bliðunarkennd heldur en Íslendingar. Þetta er náttúrulega algjörlega stórfurðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafa ekki einu sinni fyrir því að setja handklæðið sig miðja sko. Já, er tekið hart á þessu í karlaklefanum? Mér er ekki fundist það hér í höfuðborginni. Nei. En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri. Já. Þar voru algjörir nasistar sko, í búningsklefanum. Einmitt sem bara... Og þarna eru það oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur. Já. Sérstaklega á milli sundlaugavarða sem voru kannski nýbyrjaðir og voru bara búin að lesa vinnureglurnar og það skal enginn fara í gegn Nefnum að vera búin að skrúpa. Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir? Mest starfsmenn sko, einstaka gestur sem grömpi. En þetta er ekki vandamál í kvennaklefanum hér. Sko, þetta gerist... Ég náttúrulega er alltaf í útiklefanum þar sem eru útiklefar að fer ég í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum. Íslendingar skrúpur miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel annarkvort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en nei, ég hef ekki séð eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka ennþá ég segi ekki harðar en svona mjúklegum höndum þetta af því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara einhver rakspíra ilmvatnslykt í pottinum það er ekki gott. Það er ekki gott. Nei, ég er sammála. Það er ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta er allt eins og þú segir, fólk er með bara mjög ólíka bliðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum þá er þetta bara alveg getur verið mjög erfitt fyrir fólk. En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka að við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist það er bara flott að það
það er í baðlónunum, þá getur gert þetta aðeins öðruvís en ef þú ætlar að koma í almenningslaugarnar, þá gerum við þetta svona. Já, ég held að sé alveg, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt, hvað sem er. Bara alast upp í laugunum og veri í kringum alls konar líkama, kvenna á ólíkum aldri og það er bara eðlilegt og eins og þú segir, við völsum og einhver að drífa sig í föt og aðrar að taka sér lengri tíma og svo er bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað, minnst það geggjað, minnst það algjör gjöf. Svo kemur tímabil þar sem að, þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðilegra og svona allt í lagi, en þú veist allavega samt búin að alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin er ekki eitthvað sexuelt. Nákvæmlega, já. Bara þetta er bara eina af fáum vítum þar sem að það er nekt en ekkert sexuált. Já, þú veist, ég meina væntalega einhverjar hugsanir Já, við erum bara fólk, en ég meina það er samt rétt, það er svo ótrúlega fáir staðir þar sem að þú ert nakin án þess að það hafi einhvers konar merkingu. Ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótagjá í Mývatnssveit sem er fyrsti baðstæðurinn minn. Þar er fólk ekki einu sinni í sundfötum og það er ekkert sexuált. Nei, það er ekki þannig. Nei, það er bara... þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að þegar þú ferð í sund með öðru fólki, hvort sem það er gjá, grjótagjá í Mývatnssveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað, þá er ekkert samansemmerki á milli þess og hins sexuála. Nei, einmitt. Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu, sko. Nei, einmitt. Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum, sko, sem er í kringum okkur. Já, En og mér finnst mjög áhugavert þetta sem þú segir með að það eru alls konar skrokkar. Að á einhverju, þú veist, þegar maður er unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa vöðvana aðeins inná og svona, en svo núna þú veist, ég á mínum aldri, kalla 70 aldri mér er svo skítsama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins. Já, það er bara eins. Þetta er algjört frjálsræði, slökun. Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það er allt í lagi. Hugsaðu hvað þetta er geggjað. Þetta er svo geggjað. Að hafa þetta. Og allar kynslóðir þetta saman. Já, allar kynslóðir saman, alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það er vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, í ólíkum laugum. Svo verða til einhvern veginn þessi sem hittast á mótnana og svo er allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn, flott. Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði að koma. Já. Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hverja einustu sundlögu eða hvað? Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar og þær eru alveg fáránlega margar. Já. Ég man ekki hvað ég skrifa ég fór fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til þess að fara landið og heimsækja laugar og teikna stemninguna. Og þetta er svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem er svona heimildateikningar, það er svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðnum og er ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara að búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósaík af myndum, augnablikum úr laugum. Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teiknaði það sem að ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk. Já. Og svo stóð alltaf til að ég reyndar hélt sýningu þarna í lok sumars og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera. Og það er eiginlega ótrúlegt að hún skildi einhvern veginn koma út núna því að tók mér svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst einhvern veginn allt hafi verið sagt sund, ég veit ekki af hverju, mér fannst ég bara einhvern veginn ekki hafa svo mikið við að bæta. Fyrr en einhvern veginn ég fann að það var eiginlega þegar ég í 100. skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já ég er að koma til Íslands og hvað á ég að gera og ég byrja alltaf bara taktu með sundföt en
við erum ekki að tala, og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég er ekki svona sundlauga og svo byrjar maður að útskýra hvernig laugarnar eru ólíkar því sem maður er og nei, þetta er ekki Bláalónið, þetta er ekki almenningssundlaugin sem þú þekkir þarna kalda heima hjá þér og maður byrjar einhvern veginn að útskýra og ég hugsaði þetta er bókin sem ég langar að gera, hún útskýrir þessa menningu og á þann hátt að þú einhvern veginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki, að stunda þetta daglega og einhvern veginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og við aðra. Þetta langaði mig til þess að útskýra og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þó sig almennilega. Það myndi skilja svo vel hvað þetta væri eitthvað sérstaklega. Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir. Já, gaman að heyra. Já. Ég hef heyrt það sem mér hefur þótt einna vænstum var svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkurborg og 3 laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni. Já. Þær eru búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsárdal og það búið að vera gaman að heyra einmitt frá fólki að því að hún kannski sýningin lætur ekkert, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra af því þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar en þær eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum að heyra einmitt bara virkilega skemmtilegt og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hvert þetta er að leiða þig en áður við fyrir þangað þegar þú fórst þarna hringinn í kringu landið upplifur mikinn menningar mun á milli sundstaða? Með þeim fyrirvara ég er auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það er náttúrulega allt veltur á bara hvenær dagsmaður kemur og það er náttúrulega alltaf eiginlega í öllum laugum held ég almenningslaugum eru sundtópar sem hittast á mótana og spjalla og svona og það er auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona einmitt er menningarmunur, nei það ég held að það sé meira sem að sameinar fólki í þessum laugum heldur en ekki en síðan er náttúrulega eitthvað svona sumstaðar eitthvað kaffi og það er eitthvað reglur sem gilda varðandi hvernig þú ferð í rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað en kannski helsti menningarmunurinn er náttúrulega á þessu við erum með almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn finnst mér hvernig útskýrðu þannig þennan mun fyrir mér almenningslaugarnar við erum náttúrulega búin að tala svolítið um það og þær kannski tengjast okkar svona hversdags lífi hvað mest náttúrulaugarnar eru náttúrulega stórkostlegar því að þú veist við erum með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega er eitthvað svona upplifun sem er alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þér einhvers staðar það sem þar er náttúrulega það er náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þér núna þannig að það er eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að svona almennt að eiga en og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóriu þar eru við að tala um eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar er náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn en mér finnst nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona lúksusútgáfan af sundinu með allt annari stemningu og það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað Er það orðið umhugsunarefni hvaða er mikið sullaði bjór í summa af þessum baðlónum? Það bara kemur mér ekkert við, mér er alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara það er svona það er bara önnur stemning ég meina, ég veit það ekki hvað finnst þér? Já, ég held það
ég held mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum og eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við bökkum og finnum balansinn sko Akkurat. Þannig að ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkert að nafngreina hér, bara hafa alla góða. Ég bara svo mikill stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni. Ég hugsa bara ef fólk ætlar að drekka þá örugglega bara fínt að hafa það í vatni. Það alltaf bara einhvern veginn slagt og svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið. Ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver lifandi kallarnir sem eru drauknir í sundi. Erfiðar að fyrir áflóð og eitthvað svona, ég held bara fínt að dýfa þeim ofan í. En ertu sánumanniskja? Já, ég það líka, tíska sánu. Og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni, hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugargestinum. Það alltaf brjálað að gera það ekki eftir að þær komu. Já. En ég menna, ég segi aftur Stendur það að ég hata aðkomu fólki? Nei, ég segi bara aftur. Mér finnst það bara geggjað. Það er bara á einhvern veginn, það er svo margt Nei, anskotin hafa það er svo margt sem maður geti kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund minnst það bara æðislegt, svo velum maður sé bara tímana ég náttúrulega bara í bullandi forréttinda bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru óbærslega fáir í sundi og ræði mínum tíma sjálf þannig að ég mæti það og en nei, þetta er náttúrulega bara æðislega viðbót En af því að þú flakkar reglulega og ferði í aðra sundlaugar en Vesturbæjarlaug sko menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða bara munur? Þú veist bara, hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifir það? Já, ég upplifi það. Það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík oft fjöllunar-efni í pottunum. Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifísera til þess að kannski svona bera alveg en svona það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna, það er svona aðeins það er svona gott að fara og heyra aðeins hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann er náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múmínbolla halla og svo eru bara aðrir hópar og fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það er svona gaman og holdt að fara annað líka. En sko þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á er meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlaug heldur en í sko nú erum við komin út á Hálanís já. En ekki alltaf að dvelja á Hálanísnum í eitt andartak? Jú, sko ég man bara, þú segir þetta man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í Breiðholtslaug og síðan er svona var bara daginn þá var ég að hlusta á remulaði uppskrift í Sundhallinni og listur og menning, ég veit ekki svo er þetta líka bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, það er bara komið úr fötunum það er ekki lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara svona sleppir einhverju þannig að það er bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp á bankalánið eitthvað og þetta er okkar pub okkar trúnaðarskeið ástamál bara á þess að við þurfum að vera drukkin þetta er bara íslenski pubin, hann er þarna og allir retro. Já, nefnilega, það er magnað. Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að manni finnst vera manni svo óvart í þessari nekt í því að við erum öll eins og bara menn ryðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, er bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál? Já, það er það, það er eiginlega magnað. Þetta er alveg magnað. Ætli það sé líka símaleysi, það er ekki hægt að... Jú, engin spurning. Já, það er ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu. Jónas Sen var bara síðast í dag að skrifa einhver status á Facebook um síáreitið og börn og hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við að ég er ekki frá því að mér finnst oft í sundi eins og bara
sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð. Þú finnur að fólk það bara skín í lauginni. Þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur. Af því að maður svolítið smeykur, sko. Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar, eða sundlegumenningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember. Þess vegna held ég að hann sé svo góð og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þessa sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þessar sýningar svolítið í tengslu með það og margar aðrar og margir að tala og finn svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu og ég held að það sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það. Eins og segir, af því að þetta svo, við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Er það ekki? Jú, og ein vít sem forvarnagildið að nú á að það er hugmynd að sundlaugarnar verði opnað til klukkan 12 helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist á þessu skeiði sem viðkvæmt sko vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir edrú þannig séð og sko eftirlit og svona þannig að það eru svo marga vítir í þessu það er það en rúsinan í pilsvendanum hvað varðar þennan þráð í þínu lífstarfi svo að þú ert á leiðinni til Feneyja, það ekki næsta ár? Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2027 í Feneyjum og þar verðum við okkar framlag heitir SÓK og baðmenninguna og við erum svona, hann heitir Marcos Sotis sem sýningarstjóri hjá Basalt arkitektum og þar eru líka Rolfur og Perla og svo frá Gagarin, Níls og Kristín og ég og við erum búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti. Hún heitir Í bleiti á íslensku. Í bleiti? Já. Það svo flott. Samfélagi í bleiti. Flott yfirskrift. Í bleiti. Það ekki? Samfélagi í bleiti. Samfélagi í bleiti. Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala um að því þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr en arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist og þetta svona, ákveðið svona samfélagslegt og lýðræðislegt. Eiginlega bara allt sem við erum búin að vera að tala um. Þannig afleit ævintýri af því að móðir þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta ætlar engan enda að taka. Nei, en þetta ótrúlega fyndið. Þetta mjög svona, gerðist einhvern veginn mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í. Þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði einhvern veginn að endilega gera eitthvað úr. En svo náttúrulega ef mann eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það. Þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala um þetta síðan við eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala um hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu á meðan eins og segir, þú veist, hvað þetta í öðrum kúltúrum, þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöbbin, onsen í Japan almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að við erum í rauninni að fjallum þarna sem eru staðir þar sem fólk getur hist utan heimilis og vinnu þau eru náttúrulega hverfandi. Þetta voru kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist, þar ekki hægt að hanga. Þannig að það einhvern veginn orðin svona fá svona rými sem eru ekki, þar sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða þar sem að allir geta hist. Já. Og sko, þetta nánast ókeypis. Já. Ég held að áskortið í sundlaugar sko það eiginlega allir með einhverja stéttarfélags það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta er bara eitthvað alveg þetta eitthvað sem skiptir mjög fáa Íslendinga einhverju máli sko. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta það ræðislegt og
Og svo hérna líka áhugavert að hérna er þetta einhverja raddir sem hafa áhyggjur af því að einmitt þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar. Einmitt. Er þetta eitthvað sem þú myndir hefur áhyggjur af? Góð spurning. Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér. Já. Ég hallast að því að sé hérna betra að taka utan eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn leyndu eða eitthvað sliðis. Og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur. Já. En ég veit ekki. Ef okkur myndi stafa ógn af þessu, þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustufyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandi kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem ekkert brjálæðislega margir í sundi. Þú náttúrulega þekkir það sem vön sundkona að það eru ákveðnum tímum sem eru flestir í sundi. Einmitt. Það eru líka tímar það sem eru mjög fáir í sundi. Akkurat hugsaðir, bara 8:00 á kvöldin og rútufarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð. Jú. Ok, það verður spennandi að sjá. Það verður spennandi. En rétt í lokin hérna Rán, alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og hérna, það er ekkert leyndarmál að ég er mikil aðdáðandi þinna verka. Hvernig varst þú svona öflugur myndlistarmaður og rithöfundur, varst þú þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú veist ekki sundi kominu sundi, varst þú bara eininn í herbyggja að tekna það? Já, kannski bara ég hef allavega að tekna, ég bara hefur alltaf verið einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að teikna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég er lítil. Þannig að ég held kannski það var svona bara margt í kringum mig leitt til þess að ég hef geta sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfir sig, ekki satt? Jú. En sumir verða reyndar aldrei góðir í neinu þótt er að æfir sig sko. En Já. Það er líklega rétt. Já. En þú ert alveg En það er svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo er maður ekki alltaf að vera góður í ykkur ef maður gaman að því. Nei. En þú ert alveg er það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, bækur þínar hafa komið út utan landsteinana Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi, gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hafa verið þýddar á fjölmörg tungumál. Já. Og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador? Já, ég hef verið svolítið, ég fer töluvert mikið erlendis og ég vinn alls konar verkefni, svona stærstu hlutin er bækur, en síðan er ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og erlendis. En svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem við kemur þeim, þannig að ég er ofta með að ferðast með vinnustofur eða erindi eða segja frá bókmenntahátíðir og alls konar viðburðir þar sem ég bæði mitt með einhverja smiðjur fyrirlestra og svona eitthvað. Mér finnst það eiginlega gaman. Já. Og stundum verður það hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir því sem maður bara velgir valdinu undir Já, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var því að bara náttúra og náttúruverndarmál og siðfræði náttúruverndarmál er eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að böglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft, mér fannst ég eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað á brjóstum, manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnartól í höndunum. Ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða án þess að ætla að bjarga heiminum
að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar. Þannig að það er svona, var ákveðin og svo sumt af því verður hápólitískt, það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo er eitthvað svona meira eins og með sundið sem er líka hluti af því sama því að það, bara það að við tölum og hugsum þetta að vera í vatni er líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur. Já, ég man eftir einhverjum degi, það er kannski verið fyrra eða 2 ár síðan að ég var að reyna að finna einhver orðum eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi. Og þá postaði deildi einhver á Facebook held ég, myndasögu sem þú hefði gert og mér varst, hvort það voru 9 myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð. Já, gaman að heyra. Ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá í svona myndmáli. Já. Og það er eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og þá ger ég það bara eins og ég bara reyna að skilja hluti sjálf. Já. Þetta er bara einfaldasta leiðin fyrir mig að skilja eitthvað og það er bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir 8 ára barni. Og maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það. Þannig hugsa ég og svo er eitthvað með myndasögur og myndir að sko erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni. Það er bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það er eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga. Já. Kannski af því að það er eitthvað verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona badslega forvitni eða eitthvað svona kannski. Já, mega sens. Já, mega sens. Ég ætla að finna fyrir því að það er eitthvað svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, og móttakan verður einfaldari. Já. En og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugrekki og mér finnst tímanni núna kalla svo litið á afstöðu í listum. Já. Þú þekkir það náttúrulega, búin að örugglega lesa listasögu alheimsins að við lifum mismunandi skeið, stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhverja afstöðu, en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna? Ég held það, ég er sammálaðir. Það er það, en þetta er bara ofboðslega jú, það er það, en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðsstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilja alveg að fólki geti einhvern veginn ég tek undir það með þér maður skilur áhættuna einmitt. En auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það sem skiptir máli að verður maður að segja eitthvað sérstaklega maður hefur nákvæmlega stað til þess. Já. Þetta eru akkurat einhvernar orð Rauðaborðsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring. Takk sem leiðis og gangið þér vel í Hvívetna og ég hvet ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhverja aðrar sundlaugar í Reykjavík? Nei, nú eru hérna 2, þær eru komnar í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lok mánaðar. Í lok mánaðar? Já. Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Við segjum Rauðaborðinu slitið í bili, hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.